Má ég biðja oddvitana og þá sem ég að sitja hér á palli að fara að koma sér hingað upp. Ég svo hlýðin. Fljóta hlýða. Allar hund gjöru svo vel, hérna, þú ert út á enda. Guðbrandur við hliðina á hund. Guðrún Hafsteinsdóttir við hliðina á Guðbrandur. Ásthildur hérna á. Elvar. Þetta Starfarsson. Þetta er Geysi. Karl Gauti. Varstu búin að reyna þetta? Gott að kunna Álfheiður. En býttu, frá. Víðir. Hérna. Hólmfríður. Já. Við hliðina á Víðir. Já. En á mér. Jú. Svo ert þú við hliðina á mér. Ha? Ekki svona. Þú ert sem sagt, þú ert hérna. Ég er, já. Nei, ég þú ert hér. Við hliðina á Víðir. Svona er þetta. Svona er þetta. Er þetta fyrir þér ef við setjum þetta hér? Nei. Það er bara þetta. Góðir fundamenn, eyjamenn og gestir, oddvitar, ég býð ykkur velkomin á þennan fund sem er hér í miðri kosningabaráttu og kosningar eins og öllum er kunnugt fara fram eftir rúmar 2 vikur. Ég vil sérstaklega þakka oddvitunum fyrir að láta sig hafa það að koma með Herjólfi úr Þorlákshöfn í dag. Og hér eru allir oddvitarnir mættir, allra 10 framboðana nema í eitt staðgengill kemur hér, það er að segja hjá Pírötum, þá er hún Álfheiður Einarsdóttir sem er í öðru sæti sem kemur í fyrir Mumma Tí sem er í fyrsta sæti í þessu kjördæmi. Að öðru leyti eru hér efstu menn á listum allra flokka í kjördæminu. Þessi fundur verður í aðalatriðum fjórskiptur. Fer þannig fram að það eru fyrstu það bil 20-25 mínúturnar. Þá eru það 3 bæjarfulltrúar, Íris Róbertsdóttir, Eyþór Harðarson og Njáll Ragnarsson og fulltrúar frá Eyjamiðlunum 2, Tígli og Eyjafréttum sem halda þennan fund með Vestmannaeyjabæ, sem spyrja oddvitana þau mál sem væntanlega flesta spurningarna munu lúta að því sem varðar hagsmuni eyjamanna sérstaklega. Annar hluti fundarins eru sem sagt þá koma hér inn fundarmenn og spyrja að vild alla oddvitana hvaðeina sem þeir kunna að vilja spyrja Að því loknum sem þriðja element þá verður borin hér upp ályktun þessa fundar og síðan er 4. og síðasti kaflinn í fundinum, á fundinum þá fá allir frambjóðendurnir, allir oddvitarnir 2 mínútur til að loka í nokkurs konar loka ávarp. Ég vil brýna fyrir öllum frambjóðendunum, oddvitunum að vera eins skorinorðir og skýrir og stuttorðir og mögulegt er, því að við reiknum með því að fundurinn taki það bil 90 mínútur,
Ég vil sömuleiðis byrja alla þá sem taka til máls með spurningar. Ég geri mig grein fyrir því að sumar spurningar eru þess eðlis að það þarf að hafa fyrir þeim stuttan formála en sá formáli verður stuttur. Og ég gríp inn í ef mér finnst hann verða of langur. Þannig að ég hvet alla til þess að gera fundinn skemmtilegan, hraðan og upplýsandi, að fólk hlíti þessum almennu prinsipum að þetta gildur nú eiginlega sérstaklega frambjóðendurna sem hafa meiri tilhneigingu til að lengja mál sitt. Ég hef verið þarna, ekki það, að gera þetta semsagt svona. Þá verður þetta skemmtilegra og árangursríkara. Og þá ekki eftir neinu að bíða, við bara hefjum fundastörfin á þessum fyrsta kafla sem ég sagði hérna fyrst, þar sem eru má segja kannski 4-5 hér í panel sem fá núna þennan fyrsta partafundinum til að tækifæri til þess að spyrja frambjóðendur spjörunum úr. Hvert ykkar vill ríða á vaðið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel, oddviti Eyjalistans hér í Vestmannaeyjum. Takk fyrir það, forseti. Og góða kvöldið öll sömul og góða kvöldið þið oddvitar. Ég afskaplega ánægður með að séu 10 oddvitar af 10 framboðslistum og þakka ykkur vel fyrir að koma hérna og hitta okkur í Vestmannaeyjum. Þið hafið fengið að kynnast því í dag að samgöngur við Vestmannaeyjar eru ekki alltaf frábærar og vonandi hefur Herjólfsferðin úr Þorlákshöfn verið svona bærileg og það þannig að samgöngumál eru íbúum í Vestmannaeyjum mikið hjartasmál. Ég með spurningu í tvennu lagi. Annars vegar þessi, innviðaráðherra skipaði starfshóp til þess að skoða fýsileika Vestmannaeyja gangna og skilaði hópurinn af sér skýrslu sem kynnt var á dögunum. Gerð jarðgangna á milli lands og eyja þjóðhagslega hagkvæm en frekari rannsókna á jarðlögum með þörf áður en að hægt að taka ákvörðun framkvæmdina og þeim rannsóknum sem að nefndin leggur til, að starfshópurinn leggur til, skipt upp í 4 hluta. Og fyrri spurningin þessi, eru þið tilbúin til þess að beita ykkur fyrir því að fjármagn í þessar rannsóknir verði tryggt þannig að ljúka megi rannsóknunum? Og síðari hlutin snýra áætlunarflugi og spurningin einföld, lítið þið á flugsamgöngur sem hluta af almenningssamgöngum íbúa á landsbyggðinni og með hvaða hætti sjáu þið fyrir ykkur að tryggja góðar flugsamgöngur meðal annars til Vestmannaeyja? Takk fyrir. Takk fyrir þessa spurningu og við skulum byrja bara einfaldlega fjærst því að ég reikna með að þessari spurningu sé beint til allra sem eru hérna og bið ég frambjóðendur að sýna því skilning að þau verða að vera stutt og skýr. Halla Hrund, gjörðu svo vel. Takk fyrir og gott að vera hérna með ykkur. Tek undir það að þessi ferð í morgun var bara mjög góð áminning. Ég vil kalla þetta detox hluta kosningabaráttunnar, svona hjá mér. Og ég get alveg sagt ykkur að mér var oft hugsað til þessara vinnu sem hefur verið varðandi jarðgangagerðina meðan ég lá þarna í kojunni og hlustaði af nýja ábreiðu af Glacier Guys. Einhver Glacier Guys staddur í salnum? Allavega mjög gott efni. Ég var að segja varðandi jarðgöngin, þá það þannig að það var auðvitað Sigurður Ingi sem hafði frumkvæðið þessari vinnu og það bara forgangsmál að það verði sett fjármagn í það að klára þessar rannsóknir. Varðandi flugið, já, þetta hluti af samgöngum til landsbyggðarinnar, mjög mikilvægur hluti. Ég veit að það að byrja aftur flugsamgöngur sem að mér finnst óskiljanlegt að hafi í raun og veru dottið niður. Og við viljum leita leiða til að þær haldi áfram og ég held þær verða bara að vera nógu þéttar þannig að séu praktískar. Það lykilmálið. Takk fyrir þetta, Halla Hrund. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða okkur. Ég var svo heppinn að mér var tróðið í koju á einstakri góðsemi á Vinstri grænum, þannig að mér leið bara vel allan tíman, þannig að ég var bara tekinn í fóstur af þeim, en ég orðinn fullur núna og ætla að vera sjálfstæður það sem eftir þrátt fyrir að hafa notið góðvildar þeirra. En þessi skýrsla, já, gott og vel. Auðvitað eðlilegt að Sigurður Ingi hafi unnið þessa skýrslu. Maðurinn innviðaráðherra. Eðlilegt að það sé á hans könnu að gera þessa skýrslu. Það hafa einhverjir verið að gera athugasemdir við það að skýrslan hafi legið í skúffu í einhverja mánuði og hún hafi ekki komið fram og við hefum ekki getað farið að ræða hana
þegar að skýrslan kom fram, en gott og vel. Í skýrslunni eru ýmsar ábendingar sem hægt að skoða og þar er meðal rannsóknir sem að Njáll nefndi hér að þyrfti að eiga sér stað og þar eru við að tala kjarnaborun sig hvorum eigum við, bæði hér í Eyjum og síðan í Landeyjum. Þessar rannsóknir þurfa að fara af stað fyrst og mér skilst að hver áfangi getur tekið 6-12 mánuði og ef við tökum bara hvern áfanga fyrir sig, þessar 60 milljónir í þessar kjarnaboranir, þá er þetta bara engin peningur og ef að Sigurður Ingi verður innviðaráðherra áfram, þá getur hann bara tekið 60 milljónirnar bara beint úr skúffunni. Þetta þarf ekkert að gera neitt annað. Síðan getum við tekið þessar viðbóta 400 eða 450 milljónir og komið inn í fjárlög. Ég er ekki viss að gerist að þessari ríkisstjórn af því að við erum að klára þingi bara í vikunni, en við getum þá að klára þetta í næstu ríkisstjórn. Guðrún Hafsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, komið þið heil og sæl og takk fyrir að bjóða okkur hingað. Hér tjá sig allir þessa ferð, hún var fín. Ég var samferða Gísla Stefánsinni, hann sagði mér að liggja flöt og hlusta á þungarokk. Og ég gerði það. Ég hlusta á Rammstein alla leiðina og mér leið bara prýðilega. Hér þegar ég gaf kost á mér í vinnu fyrir ykkur, hér fyrir tæpu 4 árum, að þá ræddi ég oft og öttulega fýsileika þess að gera jarðgöng. Og ég er enn þeirra skoðunar að tæknin, hún er að breytast svo hratt í heiminum. Við erum að sjá umfangsmiklar gangnaframkvæmdir í öðrum löndum og ég er alveg sannfærð að við munum sjá göng til Vestmannaeyja. Þess vegna styð ég það heilshugar að við förum í þá rannsóknarvinnu og ég held að það sé algjörlega þverpólitísk samstaða þá á Alþingi Íslendinga. Áætlunarflugið, ég er þeirra skoðunar að við þurfum að beita okkur fyrir því að þessi tími lengist sem að er flug og að við fáum fleiri en 4 ferðir í viku. Og ég mun beita mér fyrir því. Þakka ykkur fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel. Já, þakka ykkur fyrir. Já, fyrst að var verið að spyrja ferðina. Mér var ekki boðið í koju af neinum eftir að taka það upp við fólk hér. En ég satt sem sagt þarna bara og lét mér líða vel og var reyndar fór bara vel mig. Ég var mjög fegin að ferðin var ekki mikið lengri. Veit ekki alveg hvernig það hefði farið. En já, ég held að við séum öll bara í rauninni að fara að segja það sama. Það þarf náttúrulega ljúka rannsóknum til þess að finna út hvort að jarðgöng séu yfirleitt möguleiki og það er náttúrulega fyrsta skrefið og þá er hægt að fara að skoða framhaldið og ég held að við styðjum það öll að það er farið í þá vinnu. En hvað var það flugið? Jú, hér þarf að vera flug og það þarf að vera á viðráðanlegu verði. Þannig að mér finnst það skipta máli og það þarf náttúrulega að bæta samgöngu til Eyja. Við vitum það og fengum það náttúrulega sjálfsögðu beint í æð í dag. Ég var líka á laugardaginn og var með fund, þannig að og önnur ferðin þar var einmitt líka til Þorlákshafnar, ferðin tilbaka. Þannig að ég er aðeins búin að fá þetta beint í æð núna og bara þetta er ekki nógu gott, það er bara þannig. Nú verður ég að biðja að stytta svarið. Já. Ég vil hins vegar bara meina, við erum alltaf að ræða sömu hlutina, þetta er náttúrulega fótt að vera löngu búið að ljúka þessum rannsóknum og já, þannig er nú bara það. En er einhver sem getur lánað mér penna? Þessi virkar ekki alveg. Ef einhver gæti rétt mér eitt, þá væri það æðislegt. Við getum ekki allavega 1 tíma fundarins í pennaleitina, en það væri gott ef einhver gæti bjargaður þetta. Elvar Eyvinsson, gjörðu svo vel. Lýðræðisflokkurinn. Takk. Mér leið vel í turnum enda sjóaðist ég hjá Matti þessi á bylgjunni og ég var eins og heima hjá mér og fann 2 komma til að tala við alla leiðina og það var fínt. En ég held að verði að klára þessar rannsóknir, við fáum aldrei frið fyrir þessari spurningu öðruvísi. Varðandi flugsamgöngur þá held ég að það er hljóta að vera að teljast til almannasamgangna hér, sérstaklega á þeim tímum sem að Herjólfur er í óvissu ástandi með Landeyjahöfn. En mér langar að segja aðeins Páll, það er ein kona hérna í Vestmannaeyjum sem að sagði mér það afmennar bjó í Landeyjahöfnum einu sinni og hún sagði henni frá draumi sem hana dreymdi einhvern tímann 1960 að þá hjólaði hún niður að krossi í Landeyjum ofan í göng og kom upp í Vestmannaeyjum. Þannig að kannski er þetta bara málið. Já, og það var amma hennar sem er að veifa þarna út í sal. Já, einmitt. Heyrðu, takk fyrir þessa sögu. Þetta var undantekningin frá reglunni, ekki fleiri draumfarir hér. Karl Gauti Hjaltason, Miðflokkurinn, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Gaman að sjá hvað vel mætt hérna. Ég ætla nú ekki að fara að segja ykkur Herjólfssögur hér. Ég, af síðustu 25 árum, hef ég búið í Eyjum í 20. Þannig að ég ætla ekki að fara að búa til ykkur sögur. Ég kom ekki í morgun, ég kom í gær. Og það var svolítið veltingur, já. En varðandi jarðgangagerð, auðvitað eigum við að leggja peningi að rannsaka þetta og koma þessu annarkot inn á áætlunni eða út á borðinu. Það er auðvitað auðvelt að sitja hérna upp í panel og lofa jarðgöngum og lofa hinn og þessu, en verkin, sína merkin, þessi stjórnvöld sem nú eru við stjórnvölin, þeir eru ekki með nein jarðgöng í framkvæmd, nú sem stendur. Engin. Og samt kalla landsmenn, hvaðan ef ekki bara úr Eyjum, heldur í Vík í Mýrdal, fyrir vestan og fyrir austan og fyrir norðan á jarðgöng. Það eru engin jarðgöng í framkvæmd núna. Þannig að það er auðvelt að lofa. En auðvitað þarf að klára þessar rannsóknir. Ég lagði fram tillögu á þingi og er kannski eini hérna uppi sem það hefur gert að klára þessar rannsóknir. Þingsályktun. Takk fyrir þetta, Karl Gauti, Álfheiður Einarsdóttir frá Pírötum. Já, þakka ykkur fyrir og bara gaman að vera komin til ykkar. Ég kom á einkaþotunum minni, þannig að þú veist, ég hef engar sögur að Herjólfi. Nei, djók. Ég er gamall sjómaður og mér fannst bara gott sjóla í dag og var bara ágætt. Ég hef siglt til Eyja í 9 metra ölduhæð, þannig að ég er öllu vön. Þannig að mér fannst þetta nú ekki mikið mál. En Píratar vilja betri samgöngur allt land og við teljum að vega og samgöngukerfi séu lífæð landsbyggðarinnar. Það er bara þannig. Við viljum líka upplýstar ákvarðanir og styðjum þannig eindregið að þrepaskipta rannsóknum á fýsileika jarðganga á milli lands og eyja. Vísindalegar rannsóknir. Við þurfum svarið. Við þurfum svarið við fýsileikanum. En ákvörðunin verður auðvitað ekki tekin fyrir en að niðurstöðurnar koma í ljós úr rannsóknunum. Við tökum því heilshugar undir ályktun Sambands sunnlenskra sveitarfélaga sem var samþykkt samhljóða á nýlegu ársþingi. Ársþing SAS leggur þunga áherslu á að Alþingi tryggi fjármagn í fjárlögum ársins 2025 í fyrsta hluta rannsókna á jarðlögum eins og lagt til í skýrslu ráðherraskipaðs starfshóps fýsileika gangagerðar milli lands og eyja. Takk fyrir þetta. Víðir Reynisson, Samfylking. Já, takk fyrir það. Gott að vera komin heim. Ég hlustaði reynda bara á Foreign Monkeys og Molda á leiðinni, þannig að fann ekki verið í sjóvíkinni. En stuttasværi bara já og já. Við ætlum að sjálfsögða styðja það að það verði gerðar þessar rannsóknir sem þarf að gera. Og við höfum líka verið að skoða með áætlunarflugið að búa til meiri sveigjanleika í kringum það, lengja þann tíma sem að kemur til greina og fyrir okkur reyna grunnforsendunum fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni Reykjavík og það er mjög skýrt fyrir okkur, þar verður og þar á hann að vera. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Hólmfríður Árnadóttir, gjörðu svo vel, Vinstri grænir. Já, komið sæl, gaman að vera með ykkur. Stuttasvari mitt líka já og já. Mér finnst einboðið að kanna fýsileika jarðgangna þó fyrr hefði verið og bara vona heitt og innilega að það bara gangi upp og hér getur maður keyrt í gegn í göngum. Ég er bara spennt fyrir því. Og það er eins með flugið, þetta er bara svo mikið öryggisatriði fyrir ykkur íbúa hérna í Vestmannaeyjum og þetta er bara jafnréttismál, þannig mér þykir afar mikilvægt að hvoru tveggja sé. Takk. Takk fyrir þetta og að síðustu Unnur Rán Reynisdóttir frá Sósíalistaflokknum. Já, takk fyrir. Við sósíalistar sjáum þetta einmitt þannig að þessi atriði eru bæði mjög nauðsynleg og þannig að já og já við báðum líka. En það sem mér finnst líka og okkur í Sósíalistaflokknum skipta máli er að þetta verði ekki einkaframkvæmd og það verði gjald í gegnum göngin heldur að þið fáið að fara hérna ókeypis á milli. Og með flugið þá einmitt tíðari ferðir og sérstaklega þá niðurgreitt fyrir íbúa í Vestmannaeyjum. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Þá erum við komin aftur hér á borðsendan. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Við erum að detta í góða kvöldið en bara gaman að sjá okkur svona mörg og velkomin til Eyja.
Ég ætla aðeins að fá að spyrja ykkur út í Landeyjahöfn. Landeyjahöfn náttúrulega frábær á sumrin. Hún ekki höfnin sem okkur var lofað og þið reyndu það í dag. Og því nauðsynlegt að fara að bæta höfn á næstu árum, því göngin sem höfum verið að ræða hér verða ekki raunveruleika fyrir eftir 10 til 12 ári ef allt gengur upp. Þannig spurningi mín snýr að því, hún þríþætt. Eru þið tilbúin að leggja á ykkur vinnu við það að tryggja að á landinu sé skip sem getur leyst Herjólf af allt árið? Það á að fara að selja Herjólf þriðja, það voru ekkert skip á Íslandi sem getur leyst samgöngur við Vestmannaeyjar. Í öðru lagi, eru þið tilbúin að vinna að því að þessi blessaði seinnipartur á úttektina á þessari höfn verði lokið og það komi fram í hvaða endurbætur þarf að fara ef svo ótrúlega vill til að við þurfum negið að þá þetta að byrja á þeim ekki eftir 10 eða 12 ár, það þarf að klára það. Og í þriðja lagi viljið í guðanabænum ef þið komist inn á þing tryggja vegagerðin í fjármagn til þess að hægt sé að vera með alvöru græjur til að dæla upp úr Landeyjahöfn. Það útboð í vor. Þannig ég villi bregðast við þessu. Takk. Takk hérlega fyrir þetta. Íris, við förum sömu lótuna. Halla Hrund, gjörðu svo vel. Takk fyrir góða spurningu, Íris. Varðandi höfnina þá held ég að sé forgangsmál að bæði að það sé til búnaðurinn og líka að það sé farið í það að styrkja varnargarða með þeim hætti að það sé hægt að nota höfnina allt árið. Það auðvitað hluti af þessari vinnu sem var unnið í skýrslu líka Sigurðar Inga og mikilvægt að halda áfram með það. Þannig að svarið bara já hvað það varðar. Varðandi skipið sjálft að þá held ég að segja sjálft að það ekki hægt að skilja eyjar ef við erum ekki að bæta í flug eða finna einhverja góða fleti aðra í þeirri stöðu að það séu engar samgöngur. Þannig að við munum halda áfram eins og við höfum gert. Framsókn hefur auðvitað verið gríðarlegur stuðningsaðili Herjólfs og Landeyjahafnar og líka verið að styðja við samgöngur að öðru leyti. Þannig að við munum halda áfram á sömu braut. Takk, Guðbrandur, Viðreisn. Já, kannski bara léttasta málið að tryggja það að það sé til græjur til að dæla upp úr höfninni. Það sé kannski fyrsta málið sem að við ættum að horfa til. Það auðvitað forgangstalegt að það sé ekki til staðar græjur af því að við vitum að sandurinn hann flæðir hann inn og auðvitað þurfa að vera til græjur til að halda höfninni opinni. Varðandi skipi sem að Íris að nefna hér, ég hef haft einhverja fregnir af því að það sé eitthvað að hiksta hjá bæði Eimskip og Samskip og þess vegna þurfi að fara að skoða annað skip en Herjólf og það sé kannski verkefni sem að við þingmenn ættum að taka með okkur að það gæti við þyrftum að fara að horfa til þess að það sé til staðar annað skip sem að getur siglt allt árið. Ég þekki ekki þessa úttekt, þessa seinnipart úttekt en auðvitað hljótum við að styðja það að eigi að fara í slíka úttekt að hún veri gerð. Takk fyrir það, Guðrún Hafsteinsdóttir, Sjálfstæðisflokkur. Takk fyrir. Ég sammála bæjarstjóra hér Írisi Róbertsdóttur að það verður að vera skip í landinu sem getur leyst Herjólf af þegar Herjólfur fer í slipp eða bílar eða það verður að tryggja samgöngur eyjunar eða eyjana hérna upp á fastalandið. Það algjört forgangsmál. Úttekt á höfninni verður að fara í. Það hefur verið rætt það að það sé hægt að gera úrbætur á höfninni með því að færa varnarmannvirki eða varnargarða lengra suður og til þess að tryggja það að það berist ekki eins mikill sandur inn í höfnina. Ég tel að það sé raunhæft og við eigum að láta rannsaka allar þær úrbætur sem hægt að gera í Landeyjahöfn. Ég vil líka ítreka það að meiri hluta ársins þá stendur þessi höfn fyrir sínu og hún sinnir hlutverki sínu
og hún gerir það vel. Og það var urðu straumhvörf að ég tel fyrir ykkur íbúa hér í Vestmannaeyjum sem og aðra íbúa Íslands þegar þessi höfn opnaði og á þeim tíma þá áttum við ekki aðra kosti. Eins og ég sagði hér í fyrra máli mínu að tæknin breytist hratt, get okkar til þess að búa til mannvirki breytist hratt og þær forsendur sem við höfum núna eru allt aðrar heldur en þegar var farið af stað í höfnina. En hún hefur reynst okkur vel, vandamálið er að tryggja að hún sé opin og það verður við sömulegis að gera með dæluskipi. Ég vil líka minna á það að það er á 2 stöðum hér í kjördæminu sem við þurfum á dæluskipum að halda. Það er hér og það er í höfninni á Hornafirði og það er vitaskuld verulega bagalegt ef að skipið er fast á Hornafirði eða fast jafnvel vestur á fjörðum. Þannig að ég tek undir það að það verður að tryggja tækjabúnað, það verður að tryggja úrbætur á höfninni og við verðum að hafa annað aflýsingaskip. Takk fyrir þetta Guðrún. Ásthildur Lóa, Flokkur fólksins. Já, eins og þið heyrið þá erum við í rauninni mjög sammála. Það fyrsta sem að í rauninni þarf náttúrulega að gera finnst mér er að tryggja það að halda Landeyjahöfn opinni og til þess þarf náttúrulega dýpkunarskip og sennilega að lagfæra höfnina eitthvað og ég sé nú ekki mikill fræðingur á því sviði að þá var mér sagt einmitt að það verður hægt að lengja hann eitthvað eða eitthvað þannig til þess að lagfæra allavega stóran hluta af því sem er að. Þannig að já, ég styð það eindregið að það sé þarna keypt skip eða sem sagt dýpkunarskip eða hvað þetta er, græjurnar sem þarf til þess að dýpka, til þess að halda Landeyjahöfn opinni og hún sé endurbætt. Það þarf og já, það þarf að vera á landinu skip sem að getur, þannig að það sé alltaf siglingar til Vestmannaeyja, fyrir má nú vera, það verður að vera og og já, að það þarf að tryggja Vegagerðinni fjármagn. Ég veist líka allt til að nefna, ég sendi nú fyrirspurn á innviðaráðherra Landeyjahöfn 2022 þar sem að ég spurði meðal annars hvaða aðgerðir væri fyrirhugað til að fyrirbyggja Landeyjahöfn lokist endurtekið og hver væri framtíðarsýn ráðherra í málefnum Landeyjahafnar og almennt hvernig tryggja megi örugga samgöngu til Vestmannaeyja. Þannig að það er svona, já, það þarf virkilega að gera þetta. Takk fyrir þetta, Elvar Eyvindsson, Lýðræðisflokkurinn. Já, jú, sko Landeyjahöfn, allt við það er ekki í Landeyjahöfn. Ég og auðvitað verður að vera til einhver afleysing fyrir Herjólf, það segir sig sjálft, ég er sammála því. Seinni partur úttekt, já, ég vissi ekki af því, en auðvitað þarf að gera það og það þarf að klára að skoða hvernig hægt er að laga hana. Og já, og það er bara já, það þarf líka alvöru dæluskip. Ég ætla bara að segja að sko Landeyjahöfn eða sko leiðin á milli, mér finnst alltaf, sko þegar fólk er að kvarta yfir kostnaði að þetta er mjög auðvelt, finnst mér, að sjá að þetta, hún marg borgar sig. Ef það koma 300.000 ferðamenn til viðbótar við það sem annars hefði orðið, þá þarf ekki marga þúsundkalla. Það þurfi ekki að vera margir þúsundkallar eftir í Eyjum til þess að það sé komið í sko mjög háar upphæðir. Þannig að kostnaðurinn er að mínum að þetta ekki vandamál. Ég hefði bara viljað kannski stækka það og ég hef heyrt það á mönnum að það væri hægt að gera meira í höfninni fyrir atvinnulífi hér og spila þetta betur saman. Mér finnst að mætti skoða það. Takk fyrir þetta, Karl Gauti Hjaltason, Miðflokkur. Já, takk. Ég man eftir fyrir löngu síðan þegar Landeyjahöfn var tekin í notkun að við fórum síðustu ferðin í Þorlákshöfn og ég sagði hingað kem ég aldrei aftur. En það var heldur betur ekki ræst því að skipið siglir allt og oft, allt árið jafnvel, ekki bara yfir háveturinn en allt og oft í Þorlákshöfn. Eins og ég hef kannski sagt áður í kosningabaráttu, það þarf að klára þessa höfn og þá er við Landeyjahöfn. Það þarf að klára rannsóknir, ef ég svara spurningu Írisar, það þarf að klára þessar rannsóknir þannig að sé hægt að ljúka þessari höfn. Flestir telja nú að þurfa að lengja varnargarðana út fyrir Rif og ef það þarf, þá þurfum við að gera það. Við þurfum að leggja pening til að halda af eyjunum lífvænlegum. Það er bara einfalt og stjórnvöld það átt að sjá því. Annað samhliða þessu, samhliða rannsóknum á jarðgangagerð að þá þarf að fara í lagfæringarhöfninni og það þarf, og ég hef alltaf sagt að við þurfum auðvitað, ekki aflýsingaskip, við þurfum 2 skip. Við þurfum 2 skip. Og af hverju segi það?
á sumrin, frá vori og fram á haust, þá þarf 2 skip hér á milli. Ferðamannastraumurinn slíkur. Auðvitað þurfum við 2 skip. Takk. Og seinna skipið getur líka dugað sem afleysingaskip fyrir Breiðafjörðinn og aðra staðar á landinu. Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Álfheiður Einarsdóttir, Píratar. Já, takk fyrir þetta. Varðandi vara Herjólf, þá ætla ég ekki að gefa hér innan tóm kosningaloforð að ég eða Píratar ætlum að fjárfesta í vara Herjólfi. Ég held að við þurfum að hugsa svolítið út fyrir boxið og að jafnvel Landhelgisgæslan eða einmitt eins og Karl Gauti myndist á að vara ferja sem að gæti þá dekkað ferjuferðir allt land væri til staðar, eitthvað slíkt. Varðandi úttekt á Landeyjahöfn, ég held að við eigum bara að vona að sömu snillingarnir og hönnuðu og gáfu grænt ljós á Landeyjahöfn sem fullkomna höfn verði ekki að rannsaka fýsileika gangagerðar á milli lands og eyja. Takk fyrir þetta, Víðir Einarsson, Samfylkingin. Já, við höfum aðeins verið að skoða þetta í Samfylkingunni og við erum svona í ákveðnu færi núna að stendur til að endurnýja Breiðafjarðarferjuna og ég held að það sé augljóst að við þurfum að gera þær kröfur að hún geti verið skip sem geti leyst af hér ef að þörf krefur, þannig að það alveg raunhæfur möguleiki að gera með þeim hætti. Síðan munum við líka berjast fyrir því að Herjólfur gamli verði ekki seldur fyrir að þá að komin ferja sem getur leyst Breiðafjarðarferja sem geti leyst af. Ég held að það sé engin ástæða til þess að flýta sér eitthvað selja Herjólf, þannig að við ættum að beita okkur fyrir því. Nú varðandi endurbætur á höfninni þá held ég það sé bara alveg borðleggjandi og það ekki mikil kostnaður sem felst í því að klára þessa síðustu úttekt og taka saman all þau gögn sem hafi verið safnað á síðustu árum, gríðarleg reynslu og þekking orðið til í kringum þetta. Og síðan það að þar að fara útboð eins og Íris nefnir á sanddælingunni í vor og við þurfum bara að gera ítarlega kröfur og leið að tryggja fjármagn til Vegagerðarinnar að það sé hægt að mæta þeim kröfum í útboðinu og þurfum ekki að taka tilboði þar sem við verðum að bjóða skip sem ræður ekki við verkefnið. Þannig að við þurfum að gera ykkur grein fyrir því þetta kostar og þurfum að tryggja fjármagn í það. Takk. Takk fyrir þetta. Hólmfríður Árnadóttir, Vinstri græn. Já, það nú ber í bakkafullan lækinn að endurtaka allt sem flest hafa sagt hér. Ég algjörlega fylgjandi öllu þessu þrennu og myndi sannarlega berjast fyrir því. Vegna þess að samfélög eru bara ótrúlega dýrmætt. Og það ótrúlega dýrmætt líka að þau hafi þessa öryggisventla sem samgöngur eru og í hvaða formi sem það er. Þannig að hvernig sem þá ótrúlega mikilvægt að tryggja hér öruggar og góðar samgöngur fyrir alla íbúa. Takk fyrir þetta. Unnur Rán Reynisdóttir, Sósíalistaflokkur. Já, ég tel það bara afskaplega mikilvægt og eins og við heyrum að þá erum við náttúrulega öll af því að það verður að tryggja öruggar og góðar samgöngur á milli lands og eyja og að sjálfsögðu þarf að rannsaka bara það hvernig best háttað varnargörðum og einmitt það að það séu rétt tæki keypt en ekkert sparað til af því að það bara þýðir ekki að halda ykkur í einhverju óvissu það hvernig samgöngum hér háttað. Takk fyrir þetta. Þá erum við komin að borðsendan aftur Eyþór Harðarson. Gjörðu svo vel. Já, gott kvöld og velkomin til Eyja. Ég ætla að fara í vatnsmálin, vatnslögnina. Svona áður en ég byrja á því þá kannski rétt að minnast á að ég held að það verið tvennar alþingiskosningar hérna rétt eftir aldamótin. Þá voru allir frambjóðendur sem lofuðu því að klára rannsóknir vegna jarðganga. Og þær eru ekki búnar ennþá og við erum núna fyrir á fundinum búin að fá ykkar lofur til að klára þær. Þannig ég ætla að vona að við verðum ekki í sömu spórum eftir 20 ár að biðja einhverja svona rannsóknir. En við erum að tala vatnslög. Við vorum með eina vatnslög sem að við töldum í rauninni mjög áhættusamt að bæði fyrir íbúa og atvinnulífið að láta duga. Og við vorum svo sem að undirbúa vinnu við að leggja nýja vatnslög fyrir í rauninni 2 árum og svo fyrir 1 ári í rauninni þá hjónaðist þessi vatnslög sem fyrir og nokkur ykkur á borðinu þekkja vel þá sögu og að vinni í því máli. En spurningi mín
án þess að fara í alla söguna hve mikilvægt að hafa 2 vatnsleiðslur. Önnur vatnsleiðslan sem við höfum verið að berjast fyrir hefur við nefnt almannavarnalögn. Því að í rauninni verður almannavarna ástand í Vestmannaeyjum ef að ein lögn fer sem við eigum. Og okkar spurning því okkur hefur ekki fundist framlagi sem að ríkið tilbúið að leggja í þetta, 800 milljónir, sem kannski rétt rúmlega virðisaukaskatturinn af þessari framkvæmd. Það í rauninni ekki nóg og í rauninni allt og dýrt fyrir þessa vatnsveitu í Vestmannaeyjum sem að 4500 manns þurfa að greiða og fyrirtækin hérna. Og spurningin og okkar vilji hérna í Eyjum, í bæjarstjórn, að ríkið fjármagni að fullu þessa almannavarnalögn, eins og ríkið fjármagnar almannavarnamál víða landið að fullu. Og spurningin bara, eru þið til í að stuðla því að ríkið komi með þetta framlag og sjáu eina vatnslögn til Vestmannaeyja og þá vatnsveita í Vestmannaeyjum sjáum hina. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór, og eins og fyrir daginn þá byrjum við hérna út við borðsendan. Halla Hrund, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessa mikilvægu spurningu. Sko, eins og ég horfi á þetta mál, vatnslögnina, að þá alveg augljóst að það að hafa aðgengi að vatni í samfélagi sko grundvallarmál. Og fyrir mér það þannig að þegar við erum að hugsa sko tekjuskiptingu þarna á milli, að þá maður hugsa bara hlutverk ríkisins. Hvert hlutverk ríkisins? Það að stuðla að fjárfestingu í grunninnviðum. Og mér finnst í þessu máli, það ekkert hægt að deila það hvort að vatnslagnir séu grunninnviðir eða ekki. Ég átti þetta samtal við Írisi löngu áður en að þetta slys átti sér stað varðandi lögnina. Og mín afstaða sú að þetta ekki einhverjir innviðir sem við horfum á með þeim augum að þetta sé of dýrt. Þetta vatnslögn sem grundvöllur fyrir heilsu, fyrir atvinnulíf og við vitum öll bara sögunni hvernig það var þegar það var ekki gott aðgengi að vatni í Eyjum. Þannig að sjálfsögðu mun ég styðja það og Framsókn. Takk kærlega fyrir þetta. Halla Hrund, Guðbrandur Einarsson, Viðreisn. Ég gleymi alltaf að segja að Halla Hrund hérna auðvitað oddviti Framsóknarflokksins. Ég tilgreini alltaf flokka allra hér nema Höllu. Nú ætla ég að bæta úr því hér eftir. Guðbrandur, gjörðu svo vel, Viðreisn. Já, takk fyrir. Það er þá þáttaskil hjá Framsóknarflokknum ef hann ætlar að styðja þetta verkefni alla leið. Hann hefur ekki gert það hingað til. Það er búið að vera mikil barátta að fá ríkisstjórnina til þess að taka þátt í þessu. Við vissum að þegar fyrirlögnin var lögð þá kom ríkið inn með framlag, en ég ekki vissum að ég sé tilbúin til þess að segja já við að ríki borgi 2,2 milljarða fyrir lögn, vegna þess að sveitarfélög, hver sem þau eiga að sjá vatn. Vissulega eru aðstæðurnar ykkar öðruvísi og þess vegna finnst mér eðlilegt og rétt að ríki komi inn í það með einhverjum hætti svona til þess að jafna kostnað ykkar við önnur sveitarfélög við að fá vatn, en ég þarf lengri umþjóðunartíma til að svara því hvort ég sé að fullu tilbúin til þess að styðja það að ríki bara borgi fyrir lögnina. En það er ekki það sem Framsóknarflokkurinn hefur sagt hingað til. Takk fyrir þetta, Guðbrandur. Guðrún Hafsteinsdóttir, Sjálfstæðisflokki, sem þekkir þessi mál býsna vel. Já, ég ætla nú aðeins að ég veit ekki, oddviti Framsóknar segir að það sé hlutverk ríkisins að stuðla fjárfestingum í grunninnviðum, en það er rétt sem að oddviti hjá Viðreisn segir að það er ótvíræð skylda sveitarfélaga að sjá vatn. Þrátt fyrir það að þá hafa stjórnvöld hér tekið tillit til þeirra sérstöku aðstæðna sem að hér eru í Vestmannaeyjum. Og þess vegna í júní á síðasta ári að þá undirritaði þáverandi innviðaráðherra samning fyrir hönd stjórnvalda að styðja þetta verkefni að alltaf 800 milljónum króna. Hér hafa aftur á móti, hér kemur fyrsta vatnslögnin og horfi aðeins á bæjarstjórn og fulltrúa. Hér kemur fyrsta vatnslögnin 1968 og tímabili hafa verið hér 2 og jafnvel 3
vatnslagnir. Og það rétt sem hér hefur komið fram að vatn algjör grunnur að öllu lífi og öllu atvinnulífi. Og við finnum það sjálf, eða öll hér, að þegar að vatnslögnin skemmdist hér fyrir ári síðan, þá kom ég hér ásamt fulltrúum frá almannavörnum til þess að meta þær skemmdir og þá vorum við í raunverulegri hættu að þurfa að rýma hér eyjarnar ef að lögnin gæfi sig. Þá hefði skapast hér almannavarnar ástand að þeim skala að ríkið hefði vitaskuld þurft að stíga inn í. Ástandi hefði orðið graf alvarlegt og þess vegna velti ég því fyrir mér hér vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem hér eru hvort að sé ekki rétt að útvíkka þetta samtal við stjórnvöld að stjórnvöld komi með meiri stuðning að því að tryggja hér vatnsöryggi í Vestmannaeyjum. Takk fyrir þetta. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel, Flokkur fólksins. Já, ég ætla nú bara að byrja það sem Guðrún endaði að tryggja vatnsöryggi í Vestmannaeyjum. Þið eru náttúrulega í allt annari stöðu heldur en flest öll sveitarfélög af því að þið farið ekki og setjið slöng út í næsta læk og náið í vatn. Þannig að hér þurfa að vera 2 lagnir og ég heyrði þetta mjög snemma á kjörtímabilinu og áður en að vatnslögnin skemmdist og stóð nú með ykkur í því. Ég var að reyna að rifja það upp, ég man ekki hvort að ég fór í fyrirspurn við Sigurð Inga út af þessu eða hvort ég talaði eitthvað sem að við, en ég held ég hef átt samtal við Írisi út af því og látið hann að vita hvað kom út úr þessu samtali við ráðherra. Þannig að ég hef, stutt þetta en og eins og ég segi bara, mér finnst bara, það verður náttúrulega, það bara svo mikið katastrófa ef vatnið fer og þannig að við þurfum að tryggja að það gerist aldrei. Þannig að, já, ég myndi vilja styðja þetta alla leið. Takk, Elvar Eyvindsson, Lýðræðisflokkur. Já, ég hef ekki komist í að lofa þessu áður, þannig að ég svo sem... En, sko, hitti Binna í vinnslustöðinni og þeir fluttu inn 3 græjur hérna, og þeir eru að nota, sem að býr til vatn úr sjó. Og það hefur gengið ótrúlega vel og ég veit ekki betur en að almannavarnir hafi keypt eina af þeim dælum og hún væntanlega tilbúin einhvers staðar hérna klár en sko það semst ekki lengur algjör katastrófa þó að vatnið fari og ég svona bara myndi svona það líka hægt að lendi því að rafmagnið fari stóru línurnar ofan úr Búrfelli og svona og það geta margir verið í mikil hættu en auðvitað vatnið mjög mikilvægt en það virðist vera að það sé hægt að bjarga sér og mér finnst bara, ég bara veit það ekki en bara hugsa það líka. Takk fyrir þetta. Karl Gauti, gjörðu svo vel, Miðflokkur. Nei, það ekki hægt að bjarga sér. Vegna þess að ef vatnið fer hér þá stöðvast á öllum líkindum stór hluti atvinnulífs. Það bara þannig. Þannig að þetta alvarlegt og þessu verður ekki reddað á einhverjum dögum eða vikum og jafnvel mánuðum ef þetta gerist við vetrartíman. Ef að lögnin fer við vetrartíman þá verður þá græja hann þetta ekki á augabragði. Og við þessar sérstöku aðstæður eins og hér þá þetta kannski svolítið ólíkt því að einhver lögn fari einhver staðar í einhverjum vegi upp á landi. Það sem að menn koma og moka upp og laga og græja kannski á nokkrum klukkustundum eða sólarhring. Það ekki svoleiðis hér. Þess vegna þetta allt aðrar aðstæður og það komið fordæmi úr Grindavík þar sem að ríkið stígur inn í og tryggir þessa innviði sem ella væru á höndum sveitarfélaga. Það komið fordæmi og þess vegna tel ég að ríkinu sé nauðus á kostur að stíga betur inn í heldur en þau að gera þarna með þessum 800 milljónum sem eins og nefnt hefur verið eru raunverulega bara endurgreiðsla virðisaukaskattsins. Þannig að ég fylgjandi því vegna aðstæðna, vegna atvinnulífs, vegna þess að þessu verður ekki redd á augabragði að ríkið stígi inn í af miklu meiri krafti heldur en nefnir þessum 800 milljónum og það fljótt. Takk, Álfheiður Einarsdóttir, Pírati, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Ég tek undir það að ríkið ætti í raun og veru að fjármagna þessa seinni vatnslögn sem nauðsynleg sem vara
vatnslögn ef önnur bilar. Ég sit í stjórn Landsnets og við lentum til dæmis í því að það var rof á flutningskerfinu til Eyja og það sem bjargaði okkur var það að við gátum splæst saman af því við fundum ekki bilunina strax, að við gátum splæst saman þessar 2 lagnir á flutningskerfinu sem voru til Eyja. Það eru sannarlega 2 rafmagnsflutningsleiðir til Eyja og þó að það sé skylda sveitarfélaga að veita íbúum og atvinnulífi sveitarfélaga vatn sem eru vissulega lagaskylda, að þá er sveitarfélagið Vestmannaeyjabær, það er ekki hafið á milli lands og Eyja. Þannig að ég tel alveg absolutt að ríkið eigi að koma mun sterkara að þessu og fjármagna þetta að fullu. Takk fyrir þetta, Víðir Reynisson, Samfylking, gjörðu svo vel. Já, þeir eru með svo auðvitað spurningar, það er svo auðvitað að segja bara já og já, sko. En ég verði að tala einhvað aðeins jafn lengi og þau eru búin að gera all, þannig að... Nei, ekkert vera því. Nei, þetta er samt alveg stórmál og í mínum huga eru nokkur atriði sem við þurfum að hafa huga í þessu. Ég held að enginn hér viti það ekki hvaða skoðun ég hef á því að þessari lögn, en það höfum við barist fyrir því að þessi svokallaða almannavarnalögn, hún heitir það kannski að því að ég hef tekið þátt í að berjast fyrir því og mun halda því áfram. Það sem við þurfum hins vegar að gera í þessu, við þurfum að tryggja það að sú lögn sé standandi því nafni með því að skoða þá bæði hvar hún er tekin á land, þannig að líkurnar á því að slys eins og var hér í fyrra hafi ekki áhrif á báðar lagnirnar. Við þurfum líka að skoða hvort það sé að nota annað vatnsból fyrir upphafið að henni, en að það kemur upp mengun eða bilun í vatnsbólinu, að það sé hana. Þannig að reyna að gera hann eins aðskilda frá núverandi línu og hægt er. Og ég held að ef við horfum á þetta með þessum augum, þá verði það alveg skýrar að það verði hlutverk ríkissjóðs að koma inn í það vegna þess að við erum þá að vinna þeim hætti. Það sem það líka tryggja að ef að kostnaður Vestmannaeyjabæjar og þeirra veitufyrirtækis sem að hér þjónustar, ef að kostnaður verður minni vegna þessa, þá eigi það að skila sér líka til notendana. Þannig að við erum ekki að lækka þá kostnaði við flutning á vatninu til Vestmannaeyja. Þannig að þetta er stórmál og ég er alveg sammála þeir sem hafa talað hér að þetta er bara grunnforsenda til þess að allt geti hér gengið eins og við viljum. Vatnsvélarnir sem hingað eru komnar eru til þess að koma vekk fyrir neyðarástand, en framleiðslu geta þeirra allra samtals dugar ekki fyrir vatnsnotkun á góðum degi hér í Eyjum. Og bara sem tengjum þessu óbeint þá þurfum við að skoða lagaumhverfi í kringum þessu veitufyrirtæki, hvaða skyldur þær eru og hvernig í ósköpunum þær geta leyft sér að hækka verðið eins og þær gera hér. Takk fyrir þetta, Víðir. Hólmfríður Árnadóttir, gjörðu svo vel, Vinstri græn. Já, takk. Ég tek undir það hjá mörgum hér að almannavarnir og þetta fjármagna svona lögn með fjármagna fyrir ríkinu, það er ekki spurning. Þetta eru hluti af grunninnviðum þegar svona er og hér eru sérstakar aðstæður. Það er ótrúlega mikilvægt að tryggja vatnsöryggi hérna í Eyjum. Þetta snýr að byggðajafnrétti, þetta snýr að heilbrigðu atvinnulífi, lífvænlegu samfélagi, lýðheilsu og er stórt heilbrigðismál. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt og svo auðvitað með nýju göngunum getum við lagt svo nýja lögn, eða ekki? Takk fyrir þetta. Unnur Rán Reynisdóttir, Sósíalistaflokkurinn. Já, mig langar eiginlega bara í þessu samhengi að auglýsa eftir byggðamálastefnu og almannavarnastefnu hjá ríkisstjórninni af því að mér finnst þetta bara algjörlega augljóst að auðvitað á þessi almannavarnalögn að vera á borði stjórnvalda en ekki bæjarfélagsins. Það er bara það sem ég hef að segja þetta. Takk kærlega fyrir þetta og þá tökum við síðustu lótuna væntanlega héðan af borðsendanum í bili. Tryggvi Már, gjörðu svo vel. Jú, góða kvöldið og velkomin til Vestmannaeyja. Ritstjóri Eyjafrétta, vildi ég Já, og ég er hérna fyrir héraðsfréttamiðlana í Eyjum og er með eina spurningu. Á Íslandi eru 2 þéttbýliskjarnar skilgreindir á virku eldgosabelti. Annars vegar Grindavík og hins vegar Heimaey. Í Grindavík eru 3 ökuleiðir út úr bænum ef almannavarnaástand kemur upp. Í Vestmannaeyjum er leiðin höfnina eina raunhæfa leiðin til að flytja íbúa. Austast í innsiglingunni liggur hins vegar gossprungan sem opnaðist árið 1973.
Því spurt hvort ekki sé eðlilegt að almannavarnir eigi að standa straum að uppbyggingu flóttaleiða frá eyjum. Í því samhengi bent á byggingu viðlegukants norðan Eiðis sem eina raunhæfa kostin fyrir flóttaleið. Munu oddvitarnir sem hér eru berjast fyrir því að setja slíka framkvæmd í forgang og tryggja það að ríkið í gegnum almannavarnir fjármagni framkvæmdina. Takk. Takk fyrir þetta og núna ætlum við að hræra aðeins í röðinni og byrjum þarna bara inn í miðjunni. Karl Gauti, Miðflokkur, gjörðu svo vel og þú svaraðir þessu fyrst. Míkrofóninn Já, takk fyrir þetta, Tryggvi. Þetta trikki spurning, sannarlega. Ég hef nú alltaf verið skotin í þeirri hugmynd að stækkun hafnarinnar væri tímabær vegna stækkunar á flutningaskipum sem koma hér til Eyja. Og ég hef alltaf litið svo á að við ættum að gera það út á Eiði og tala fyrir því. En það ýmsar hugmyndir það og þetta náttúrulega rímar ágætlega við það og ef að ríki getur komið að því og sem það gerir auðvitað með hafnaframkvæmdum kemur ríki að því á móts við sveitarfélögin. Þannig að ég auðvitað hlynntur þeirri hugmynd að byggja upp þar enda myndi leiðin styttast þá bæði yfir til Landeyjahafnar og til Þorlákshafnar og sem flóttaleið var þetta auðvitað líka betra fyrir Vestmannaeyinga augljóslega. Þannig að ég hrifinn að þessari hugmynd. Takk fyrir þetta. Elvar Eymundsson, gjörðu svo vel. Tek undir með Gauta. Ég hef bara ekki hugsað þetta, en þetta hlýtur að vera til skoðunar, allavega eðlilegt að skoða þetta í þá samstarfi við sveitarfélagið, því þetta getur nú væntanlega nýst eitthvað áfram í annað. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel, Flokkur fólksins. Já, ég bara hef aldrei heyrt þessa hugmynd áður og hef ekki velt þessu fyrir mér. En ég er svona aðeins að spá í þegar þarna nú erum við búin að horfa það í Grindavík að þarna voru allar þessar mælingar og fólk það var búið að taka það í burtu, sem sagt komað í burtu áður en að allt fór í gang. 73 vorum við náttúrulega ekki með það og þetta bara allt í einu kom gos og það virtist enginn eiga vona á því. Ég veit ekki hvort að það verið sama staða núna en auðvitað þarf að tryggja flóttaleiðir. Ég get alveg séð það að það sé algjörlega nauðsynlegt en ég bara, eins og ég segi, þetta er bara alveg nýtt. En ég samt velti fyrir mér þessu mun á því, þú veist, að þetta myndi kannski ekki koma svona algjörlega fólki á óvart núna, kannski reyndar maður sem veit örugglega meir það heldur en ég en samt sem áður að það hlýtur líka skipta svolítið máli. Takk fyrir þetta, Guðrún Hafsteinsdóttir, Sjálfstæðisflokkur. Já, takk Tryggvi fyrir þessa áhugaverðu spurningu. Ég ætla nú bara að leyfa mér að vera kannski leiðilega daman núna í fyrsta sinni kvöld. Peningar eru takmörku auðlind og hér erum við búin að tala göng og þau munu hlaupa hér á tugum milljarða. Ég búin að segja hér í fyrra svari mínu, ég skal berjast fyrir því fyrir ykkur að fara hér í fýsileika að gera jarðgöng og ef að það kemur vel jákvætt út úr því skal ég berjast fyrir því með kjaft og klóm að bæta hér samgöngur með göngum. Það yrði fyrst og síðast besta flóttaleið Vestmannaeyinga. Þannig að ég held að ég vilja eyða helst mínum peningum eða peningum ykkar og mínum tíma í það verkefni áður en við förum að skoða hér aðra flóttaleið með verulegum hafnarframkvæmdum sem myndu kosta 10 milljarða líka. Þannig að ég segi einhendum okkur í göngin. Takk fyrir þetta, Guðrún. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég verð nú bara lýsaði vanþekkingu minni á þessu máli. Ég þekki þetta ekki, en rétt eins og í Grindavík þurfa að vera til staðar flóttaleiðir. Við sáum það í Grindavík að nánast allar flóttaleiðirnar lokuðust á tímabili. Bæði Nesvegurinn, Grindavíkurvegurinn og svo Suðurstrandarvegurinn. Það var allt í stór hættu, þannig að við verðum auðvitað að horfa til þess að við getum tryggt flóttaleiðir. Ég held að við getum ekki alveg jafnað Reykjanessvæðinu akkurat við það sem að gerast hér. Við finnum ekki einu sinni heitt vatn hérna. Þetta er annars konar gosbelti hér. Þannig að það er, en við erum með hita undir öllu á Reykjanesinu og
við sjáum að næsta gos getur bara hreinlega komið upp inn í Vogum. Þetta að færa sig norðar, þannig að við getum verið að sjá, þá spyr maður flóttaleið fyrir Vogamenn, hvernig þeir hafa bara flóttaleið bara beint á haf út, sko. En auðvitað þurfum við að íhuga þessa hluti, komið til þess að eitthvað sé að gerast hér sem að krefjist þess að fólk geti flúið frá eyjunum aftur. Takk, Halla Hrund, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að byrja á því að hnýta við varðandi vatni hérna áðan. Í raun og veru finnst mér eðlilegt að hugsa þetta þannig að hvar vatnsbólið ef við hugsum Reykjavík? Það er bara í Heiðmörk. Þannig að það er ákveðin kostnaður við það. En hann er ekki sambærilegur eins og hefur komið hérna fram þegar þú ert með vatnslögn af landi. Og ég held við þurfum þegar við erum að greina þennan kostnað að hugsa, þú veist, hvað kostar það ef atvinnulíf hér? Hvað kostar það þjóðarbúið? Ef atvinnulíf hér stoppar í einhver tíma? Og hvað myndi það kosta, eins og Guðrún var að koma inn á, það skapaðist hér almannavarnar ástand þegar skemmdin varð á lögninni. Hvað hefði það kostað ef það hefði þurft að rýma samfélagið? Og síðan þarf að hugsa þann kostnað í samhengi við það að fjárfesta í þessari lögn. Þannig ég ætla bara að keyra aðeins áfram í þessari umræðu. Varðandi flóttaleiðina, að þá nú yfirleitt þannig að undanfari slíkra leiða þar séu raunverulega búnar til eru rannsóknir, að meta hverja væru fýsilegustu leiðirnar. Og ég held að sé ekki títt í fyrirstöðu, jafnvel í samvinnu við háskóla eða greinendur að fara í slíkt sem fyrsta skref. En ég ætla að taka undir með Guðrúnu, það væri ótrúlegt að ná því líka fyrir aðra innviði, saman hvort það er ljósleiðari, vatnslagnir eða annað. Ótrúlegt öryggismál fyrir eyjarnar að fá þessi jarðgöng. Þannig að ég myndi líka taka undir það að setja það í algjöran forgang. Takk fyrir þetta, Álfheiður Einarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Varðandi flóttaleiðir og almannavarnir, þá skil ég ykkur vel. Ég fædd og sleit barnsskónum á Höfn í Hornafirði áður en Skeiðarára var brúið og við fengum ekki flugvöll fyrir 1969, þannig að flóttaleiðin okkar var á haf út. Við komumst ekki einu sinni á Djúpavog yfir Almannaskarð. En mér skilst að það sé í raun og veru skylda sveitarfélaga í samstarfi við lögreglu og almannavarnaráð að skipuleggja rýmingar áætlanir og ýmsar áætlanir varðandi almannavá. Og þar á meðal ættu að vera flóttaleiðir. Þannig að ég verð bara að lýsa furðu minni á því að þetta skuli bara hreinlega ekki vera til hérna. Að skuli ekki búið að vera að gera og útbúa flóttaleiðir og rýmingaráætlanir og annað slíkt. Ég er bara mjög hissa. Takk fyrir þetta, Víðir Reynisson, Samfylkingin. Ég get glættið með því að það er til rýmingaráætlun í Vestmannaeyjum, það er búið að gera hana. En veikleikin í henni er akkurat þessi sem Tryggvi er að nefna í varðandi það leiðir og alltaf greiningarnar og hermannandi sem voru gerðar hér í áhættumatinu fyrir eldgosin sýndi með þetta að það væri ákveðnar hættur á því að höfnin geti lokast. Og mótvægisaðgerðina við því eru þá þær að reyna að rýma þá áður en til eldgos kemur, en það er ekkert auðvelt að gera það. Það er bara risastór ákvörðun og svo vita menn ekki hvað gerist. Varðandi hafnaraðstöðu utan á eyðinu, þá er auðvitað þessi umræða sem er búin að vera hér eins lengi eins og ég man eftir með stækkun hafnarinnar stórskipahöfn og til þess að fleiri og stærri skip gætu komið hérna inn. Og ég held að það var algjörlega forsendan fyrir því að þið farið í hafnargerð utan á eyðinu sem margir hafa nú nefnt í gennum tíðina. Ég held að sjálf forsendan fyrir því að hún sé rekstrarhæf. Eitt er að láta byggja slík mannvirki, en hins vegar þá þarf að vera þörf fyrir notkunina dagstaglega, því að ef það er ekki þannig þá munir það bara ekki virka og verður ekki til þess fallin að nota sem rýmingarleið þegar til þess kemur. Ég held að það væri svona auka afurð af slíku, en ég held að fyrir samfélagið geti þetta verið skipt miklu máli og við sjáum bara, ef við sjáum þróunina í gámaflutningum, skipin er að vera stærri og hagkvæmnin í stærri flutningum er að vera meiri og ég held að það geti verið ágætis bara viðskiptamódel fyrir okkur hér í Eyjum að vera á undan, geta tekið á móti stærri skipum, stytt þar af leiðandi siglingaleiðina. Það er að verða samkeppni flutningana við Þorlákshöfn og við þurfum kannski að mæta því með því að fara þá leið. Þannig ég held að það sé grunnforsendan fyrir því að fara í þessa framkvæmd er að viðskiptamódelið virki og fá þá aðila sem er í flutningunum með í það og þá fáið þennan flotta bónustu viðbótar að þá eru komið 2 leiðir til þess að koma Eyjamönnum sjóleiðina úr
ef að til gos kæmi. Takk. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Árnadóttir, Vinstri græn. Já, ég tek undir það að þetta þarf sannarlega að skoða og treysti íbúum hér á kjörnum fulltrúum til að vera vel upplýst það hvað þeir telja vera við hæfi. Ég vil náttúrulega ítrekka og þar sammála Guðrúnu og Höllu Hrund og með göngin. Ég sé það sem fýsilegastan kostin að þessu öllu og frábært ef svo yrði. Þannig ég held ég bara ekkert að hafa það mikið lengra. Takk fyrir þetta, Unnur Rán Reynisdóttir, Sósíalistaflokkur Íslands. Takk. Já, ef slík höfn einmitt, ef hana væri hægt að nota sem stórskipahöfn, þá hljómar það alveg sem fýsilegur kostur. En það sem mér finnst skipta bara mestu máli í því og mér finnst náttúrulega sjokkerandi að það sé bara ein flóttaleið hérðan og algjörlega óviðunandi. En það skiptir líka máli bara að þetta sé lýðræðislega valið af íbúum hér með bara góðar upplýsingar það að þá ætti þetta alltaf að vera í ykkar höndum, ekki einhvers fólks í Reykjavík eða slíkt. Takk fyrir þetta og nú skiptum við gír. Ekki tveir mikrofónar hér tilbúnir og eru til reiðu. Þannig, nú ætla ég að gefa spurninga orði laust út í salin. Ég bið fólk að kynna sig vegna þess að ég með ljós hérna beint í augun og ég bara þekki fólki ekki úr þessari fjarlægð hérna með ljósin í augun. Þannig að kynna sig og hafa spurningarnar eins skorinorðar og hægt Mér sýnist vera hér þarna. Gjörðu svo vel. Og kynna sig. Góða kvöldið, Sólveig heiti ég. Íbúi í Vestmannaeyjum. Það sem mér langar að spyrja og ég nú svolítið undrandi. Hún, dómsmálaráðherra var að tala peninga. Hefur eitthvað, ég ætla að tala sjúkraflug. Vegna þess að miðjan þennan mánuð þá spurðist ég fyrir, þá var búið að fljúga yfir 20 flug í þeim mánuði. Hvað kostar það? Við höfum oft verið að tala það að hafa flugvél, það er ekki mánuðin ekki búinn. Af hverju aldrei reikna út hvað kostar að hafa flugvél staðsett á eyjunni? Við vitum sem að fólk kemst af eyjunni. Takk fyrir þetta. Guðrún, snöggt svar við þessu. Sæl Sólveig og takk fyrir þessa spurningu. Það hefur verið skoðað að koma hér upp sjúkraþyrlu og það hefur verið skoðað líka að vera með staðsetta flugvél hér á eyjunni vegna þess að við vitum það að þær geta í flestum tilfellum tekið á loft þó það geta ekki lent. Við höfum líka í mínu ráðuneyti núna undanfarna vikur og mánuði verið að skoða það með heilbrigðisráðherra að semja við Landhelgisgæsluna að Landhelgisgæslan komi í meira mæli taki sér stöðu hér í sjúkraflugi. Þannig að þeir fari og sæki sjúklinga og sinni þá því hlutverki sem við höfum verið að horfa til varðandi sjúkraþyrlu. En ég hef sagt það áður að ég vil sömuleiðis vinna því að koma hér upp sjúkraþyrlu hvort sem helst með staðsetningu hér í Vestmannaeyjum sem gæti ekki bara sinnt Vestmannaeyjum heldur einnig þessu mikla ferðamannasvæði sem hér austur í sveitir og í uppsveitir Árnessýslu. Takk fyrir þetta Guðrún. Næsta spurning úr sal. Já, Árni Mars heiti ég og ég gamall Vestmannaeyingur og mér langar pínulítið til þess að spyrja ykkur sem eru þarna uppi hvaða stefnu hafið þið í skal ég segja ykkur sjávarútvegsmálum. Þetta nú einu sinni gömul sjávarútvegshöfn hérna í Vestmannaeyjum og við höfum lifað á fiski allavega frá því að ég man eftir mér. Og hvernig stefnum hjá ykkur í þeim málum? Þetta eins og bara fíllinn í postulínsbúðinni. Það hefur ekkert verið talað sjávarútveg í Vestmannaeyjum eða sjávarútveg hérna í þessum spjallþáttum ykkar í útvarpi, sjónvarpi annar staðar. En við erum útgerða fólk hérna, ekki rétt? Ég allavega fæddist á Trillu
og ég ætla bara að vera í því. Þetta var svo stór og viðamikil spurning. Ef ég ætti að fara að biðja hér, vorum við ekki komin í það að við værum 10 að útskýra stefnu þeirra í fiskveiðistjórnunarmálum. Ég veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja. Ég skal byrja. Það eru allir æstir í að byrja. Þá tökum við bara víðir og svo áfram. Gjörðu svo vel, en ég bið ykkur í guðanabænum. Þetta var spurt fiskveiðistjórnunarkerfið eins og það leggur sig. Ég bið ykkur að svara þessu í eins skorinorðu máli og þið lifandi getið. Þetta er ákveðin prófraun á ykkur, hvað þið getið svarað þessu fljótt. Já, herðu, ég er góður í prófum. Enga byltingar, það er stefnun okkar. Við ætlum ekki að bylta neinu, það getur vel verið að sé einhvað í kerfinu sjálfu sem þetta er að þróa, en það er alveg ljóst að við erum ekki að tala fyrir neinu byltingum og til dæmis þeir sem muna hér eftir fyrningarleið umræðunni og því, það er algjörlega horfin frá þeirri braut, þannig að við ætlum ekki að fara neina byltingar á stjórnunarkerfinu. Við höfum talað það og rætt við útgerðarnar að taka samtalið veiðigjöldin, hvernig það getur verið, en það má ekki koma niður á rekstrarhæfni útgerðarinnar og við höfum viljir frá öllum stóru útgerðarum að þau séu tilbúin að setjast niður ef við komumst í ríkisstjórn til þess að taka samtalið við okkur áfram með það. Það byggir á fyrirsjáanleika til langs tíma. Takk. Takk fyrir þetta Víðir. Álfheiður Einarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir. Við erum með mjög skýra sjávarútvegsstefnu. Við viljum tryggja sjálfbærar veiðar með vísindalegri ráðgjöf og erum þess vegna með kvótakerfi. Við erum hins vegar á þeirri skoðun að kvótinn sé í eign þjóðarinnar en ekki einstakra útgerða og honum er úthlutað til 1 árs í einu. Það þarf kerfisbreytingar. Engar kollsteypur, tökum þetta þrepum. Við viljum tryggja frjálsar handfæraveiðar. Við viljum lengja strandveiðitímabilið og tryggja hverjum smábát 12 dag í hverju mánuði meðan á strandveiðitímabilinu stendur. En þetta viljum við gera í þrepum smátt og smátt. Því við viljum heldur engar kollsteypur. Við erum svo lítið hagkerfi að við ráðum bara hreinlega ekki við kollsteypur. Við þurfum að breyta þessu í þrepum. En það þarf breytingar, takk. Þetta, Karl Gauti, gjörðu svo vel. Já, takk. Miðflokkurinn stendur fyrir því að halda óbreyttu kerfi með ákveðnum lagfæringum. Ég nefni til dæmis strandveiðikerfið að það þarf að endurskoða það að því leytinu til að jafna svolítið úthlutun á milli svæða og bæði hvað varðar tíma og úthald strandveiðibáta fyrir austan og vestan og fyrir sunnan. Þetta er misjafnt, kemur misjafnlega niður á svæðum og einnig að auka við þann kvóta að einhverju leyti. Þannig að menn ná að klára veiðitímabilið yfir sumarið. Takk fyrir þetta. Elvar Eyvindsson, gjörðu svo vel. Takk. Við höfum áhyggjur af því að það er erfitt að komast inn í þessa greinorðið og það er spurning nýliðun. Það er í Íslendingnum að vilja geta farið á sjó og byrjað í útgerð og það er efst væntanlega með smábátunum og ég hefði viljað veg þeirra heldur meiri. Nú við viljum auðvitað að auðlindagjaldið skili sér, það á að skila sér til næsta nágrennis, það á að skila sér til fyrirtækjana og þjóðarinnar allarar og við þurfum að fá betra gegnsæi hef ég heyrt í það hvernig menn svona meta nýtingarhlutfall og annað á stóru skipunum en við höfum verið með margir í okkar röðum að tala að kvóti eigi að fara allir á markað, það er býsna flókið og ekki auðvelt að koma því á en þetta er svona, já, það er raunverulega nýliðunin sem við erum að hugsa og að það þarf að vera auðvelt að komast inn í þessa grein eða hægt. Takk fyrir þetta. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel. Já, það hefur engin flokkur á Alþingi leyfið mér að fullera barasta jafn mikilli elju fyrir strandveiðimenn og flokkur fólksins og þetta er bara stutt og laggjótt, stóra útgerðirnar greiðir fullt verð fyrir aðgang á auðlindinni, sjávarauðlindinni. Við viljum gefa handfæraveiðar frjálsar og endurskoða byggðakvótakerfið. Við viljum tryggja að allir fiskur fara á markað og við viljum efla, þetta er undirstaða þess að við getum eflt okkar bara fallegu sjávarbyggðir í stað þess að brjóta það niður. Takk. Guðrún Hafsteinsdóttir, Sjálfstæðisflokkur, gjörðu svo vel. Já, Árni, takk fyrir þessa spurningu. Ég vil fyrst fá að segja að líklega er Ísland eina ríkið í hinum vestræna heimi sem er ekki með ríkisstyrktan sjávarútveg. Og við getum verið afskaplega stolt af því.
við erum líka, þetta er eina atvinnugreinin á Íslandi sem er fullkomlega samkeppnishæf erlendis, eina. Og þetta er líka eina atvinnugreinin hér á landi sem hefur uppfyllt Parísarsamkomulagið, þannig að við getum líka verið stolt af því. Ég ætla að hafa þetta nokkuð stutt. Ég styð sjálfbærar veiðar með hófsamri skattlagningu. Ég styð hvalveiðar og ég styð að nokkurn veginn óbreytt kerfi og vil bara segja hér að við höfum að vera stolt af þessari atvinnugrein sem hefur haldið lífi í þjóðinni frá örófi og byggt upp velsæld á Íslandi sem að við öll njótum nú á 21. öldinni. Takk fyrir þetta, Guðbrandur Einarsson, Viðreisn. Já, takk fyrir. Viðreisn styður kvótakerfið eins og það er. En Viðreisn leggur áherslu á að við fáum ákvæði auðlindirnar í stjórnarskrána. En þrátt fyrir að kvótakerfið hafi verið ágætt, þá hefur framsalið farið illa með margar byggðir þessa lands. Við sjáum heilu samfélagin leggjast í auðn vegna þess að menn hafi geta framselt afla eitthvað annað eða aðrir keypt í burtu afla. Maður heyrir alls konar sögur bara fiskvinnslur án kvóta sem að þurfa að kaupa leigja kvóta fyrir 400 kall af mönnum sem hafa fengið úthlutað og borgað auðlindagjald fyrir 19 krónur. Þarna eru alls konar hluti sem þarf að skoða. Viðreisn hefur lagt áherslu, ég heyri það að Samfylkingin er að breyta eitthvað um stefnu núna, svona í aðdraganda kosninga. Viðreisn hefur talað fyrir fyrningum einhverjum hætti eða markaðsleið eða hvað við viljum kalla þetta, að því við teljum eðlilegt að fólk geti komist inn í þessa grein og það sé ekki sömu aðilarnar sé geta sitið að þessu og afgöndu þeirra aldur og ævi. Þess vegna teljum við eðlilegt að við skoðum breytingar á kerfinu sem geti þá haft það í för með sér að fleiri geti komist inn í kerfið. Takk fyrir þetta, Halla Hrund Logadóttir, gjörðu svo vel, Framsókn. Takk fyrir. Ég byrja að segja að það er nú fleiri geirar sem eru samkeppnishæfir. Ef við hugsum bara hugbúnaða geirann til dæmis, mikið að gerast þar. Þannig að við erum heppin á Íslandi að vera með fjölbreyttar stoðir atvinnulífs, en ég tek undir það að sjávarútvegur er lykilstoð og það er alltaf þegar maður sækir ólík fyrirtæki heim eða sýningar í Brussel eða Boston, þá sér maður hversu mikið stórveldi við erum á þessu sviði, hversu framarlega við erum í tækni og ég segi höldum áfram þegar kemur að sjálfbærni í veiðum. Framsókn er ekki með neina kollbyltingu eða umbreytingu á kerfinu eins og það er í dag. Við höfum stutt við auðlindaákvæði í stjórnarskrá en horfum á það þannig að það þurfi áfram að vera sanngjarn ábati til samfélagsins í gegnum veiðigjöld. Einnig mætti hugsa sér að hafa veiðigjöld og mögulega tekjuskattsinnheimtu til að tryggja að þeirra virkilega ver árar að það skilir sér meiri tekjur til ríkissjóðs. Þannig að það er svona í grófum dráttum sem að ég vil útlista hér. Þannig að engar kollsteypur en sanngjarn ábati til samfélagsins. Og svo verð ég að segja að auðvitað skiptir líka máli að standa vörð um strandveiðar og standa vörð um þau kerfi sem geta passað upp á að það sé farsæl byggð í landinu. Það er lykilhagsmunamál líka fyrir okkur öll. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Árnadóttir, gjörðu svo vel, Vinstri græn. Já, við Vinstri græn höfum frá upphafi lagt ríka áherslu á ábyrga umgengni auðlindir hafsins, gerum þá kröfu að sjálfbæra nýtingu sé að ræða og bendum á mikilvægi rannsókna og fræðilegra þekkingar. Við viljum einnig standa vörð ákvæði 1. grein laga stjórn fiskveiða sem kveður á sameign þjóðarinnar á nytjastofnum sjávar og leið viljum við þá treysta á þessa sameign með auðlindaákvæði í stjórnarskrá og að því tengdu líka sjálfsögð krafa að eigandinn, þjóðin, njóti arðs eða auðlindarentu þegar einkaaðilar fá aðgang að sameiginlegri auðlind til hagnýtingar í ábataskyni. Og það er svona það helsta sem við höfum að segja um þetta, svona heilt yfir. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Unnur Rán Reynisdóttir, Sósíalistaflokkur Íslands. Takk, já. Það er nú til dæmis af sem áður var í mörgum sjávarbyggðum eins og í mínum heimabæ í Reykjanesbæ sem var áður með góða útgerð en það er lítið að frétta þar. Það er einmitt ekki bara
mitt mat heldur það bara þannig að í 1. grein fiskveiðilaga segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu í sameign þjóðarinnar. Þannig að kvótin ekki eign neins, þetta eitthvað sem leigt til eins árs. Í okkar stefnu þá viljum við taka á göllum kerfisins þar sem kvótaþak svívirtt. Við viljum ganga í að koma öllum ferskfisk á opinn uppboðsmarkað og slíta milli veiða og vinnslu. Að sjálfsögðu viljum við frjálsar handfæraveiðar og enga sértæka potta fyrir ráðherra til að kaupa sér góðvild. Við getum alveg hugsað okkur dagakerfi sem góðan kost að vel ígrunduðu máli, ekki sem einhverja kollsteypu bara allt í einu. Frjálsa framsalið helsti dragbítur núverandi kerfis að okkar mati fiskveiðistjórn, þar sem vílað og dílað bara að vild. Og að lokum skiptir máli hvernig auðlindagjaldið útreiknað, 2 leiðir teljum við færar. Annars vegar að fá gjald á hvert úthlutað kíló eða ákveðna prósentu af heimsmarkaðsverði. Og báðar leiðir ættu að tryggja að ekki vera hægt að svindla á kerfinu. Takk. Takk fyrir þetta. Nú komið að spurningu úr sal sem væntanlega verður að vera svo síðasta ef við eigum að geta haldið tíma. Gjörðu svo vel, hérna. Já, sæl, Trausti heiti ég. Það ekki smá pressa að vera með síðspurninguna. Ég ætla að vera með allavega 2. Mér langar að spyrja Víði og kannski byrja á að nefna aðeins varðandi sjávarútveginn að það virðist alltaf vera hugmyndin hjá ýmsum stjórnmálaflokkum í dag að besta hugmyndi varðandi sjávarútveginn sé að hækka álögur og skoða veiðileyfagjaldið. Það landsbyggðarskattur, hér erum við að greiða marga milljarða í veiðigjöld og erum að greiða 17% af veiðileyfagjaldinu fyrirtæki hérna í Vestmannaeyjum og þetta bara í mínum huga að vera að setja álögur á Vestmannaeyjar. En mér langar að spyrja út í EHF-skattinn sem hefur verið svolítið umræðunni sem að Samfylkingin hefur verið að boða og það 50.000 EHF-félög í landinu, þannig að þetta bara fólki í landinu þegar við verið að tala að þetta sé bara til þess að loka gatinu. Kom aldrei til greina að fara hina leiðina og loka gatinu með að lækka bara tekjuskattinn. Það spurning til Víðis, svo erum við eina stutta spurningu til Höllu. Hér í Vestmannaeyjum 2 bræðslur sem keyrðar á olíu. Ert þú sammála því að nýta þá virkjunarkosti sem eru hérna á Suðurlandinu og fara þá leið að nota græna orku frekar en olíu? Og svo langar mér að því að Framsókn með heilbrigðisráðuneytið. Hér hefur verið talað í mörg árum að bæta fæðingarþjónustu og Framsókn hefur verið með þetta ráðuneyti síðustu ár. Hvers vegna hefur ekkert verið gert til að tryggja þá þjónustu og kannski erfitt fyrir því að svara því. Þá spyr ég, mynd þú beita þig fyrir því að fæðingarþjónusta verið tryggð hér eða bætt í Vestmannaeyjum? Takk fyrir þetta, Trausti. Víðir fyrst og svo Halla Hrund. Já, nei, við höfum ekki skoðað þá leið að lækka tekjuskattinn, en varðandi EHF þá erum við að skoða þetta eftir því að það hefur verið bent á þetta nokkuð víða, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bent okkur á þetta, Alþýðusamband Íslands hefur lagt áherslu á þetta. Fjármálaráðuneytið lagði áherslu á þetta og þetta var á stefnuskrá að gera þetta og þáverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson var með þetta á stefnuskrána að gera þetta, það hefur ekki orðið að því. Þannig að við ætlum að skoða þær leiðir sem í boði til þess að fara þessa leið og þetta, þú segir 50.000, ég held að það sé bara mjög nálægt lagi. Þetta mun aftur á móti snerta mjög fáa af þeim vegna þess að það í okkar hugmyndum skattleysismörkin eða tekjumörkin í því eru 380.000 sem ansi margir af þeim sem að þarna falla undir mun ekki ná upp í. Þannig að þetta mun ekki snerta nema þá sem eru verulega tekjuháir í þessu. Takk fyrir þetta, Víðir. Halla Hrund, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir góða spurningu. Ég var einmitt að vona að orkumálin kæmi hérna eitthvað upp því að þau eru lykilmál fyrir atvinnulíf og ég get glatt með því að í kerfisáætlun sem að samþykkt var nú þegar ég var orkumálastjóri eru Vestmannaeyjalínur sem að munu gera það verkum að skerðingar á flutningi heyra sögunni til og það mál sem að ég mun beita mér sérstaklega fyrir að komast í framkvæmd. Og ég algjörlega á móti því að fyrirtæki eins og Landsnet sé að greiða arð til ríkissjóðs
þegar getur verið að nota sína fjárfestingagetu til að fjárfesta í slíkum framkvæmdum. Þannig að það flutningsgetan, varandi virkjunarkostina, að þá hafa aldrei verið samþykkt jafnmörg megavött, eða sem sagt, þá voru samþykkt á síðustu 3 árum jafnmörg megavött og voru gerð 10 árin á undan. Við erum að sjá Búrfell, við erum að sjá Hvammsvirkjun, við erum að sjá stækkun Sigöldu. Það alltaf að fara að koma í framkvæmd núna á næsta kjörtímabili og ég held við þurfum að halda áfram á okkar orkuríka kjördæmi að horfa á kosti sem hægt að nýta til að styrkja flutningskerfi og það auðvitað sum sveitarfélög sem eru í verri stöðu en önnur. Mér langar líka þegar við erum að tala um orkumálin, einhver hérna sem hefur haft áhyggjur af heita vatninu. Ég vil bara segja það að við erum búin að hækka, Orkustofnun hefur hækkað niðurgreiðsluna eins hátt og lög leyfa. Til þess að jafna ykkar stöðu gagnvart öðrum, til dæmis íbúum landsins, að þá verður að setja hitaveitulög. Það eru ekki eftirlit með hitaveitum með sambærilega hættu og raforku eða þá að fara í fjárfestingar. Og það eru mál sem að ég mun beita mér fyrir sérstaklega. Þetta eru pólitískar ákvarðanir sem að embættismenn eins og orkumálastjóri getur ekki samþykkt og ég mun nýta þekkingu mína á innviðum landsins og regluverkinu til þess að stuðla því að það sé meira jafnræði þegar komi orkukostnaði. Ég sjálf frá Kirkjubæjarklaustri, annað kalt svæði og þetta lykilmál. Takk fyrir þetta, Hallrún. Það ein spurning enn í þessum kafla. Fyrirgefðu, fæðingarþjónustan. Það rétt. Gjörðu svo vel, kláraðu það. Ég get sagt, ég mitt heimsótti spítalann áðan, þar sem við fórum yfir þetta, nauðsyn þess að fjárfesta í grunnþjónustu og hluti af því að fá betri þjónustu, saman hvort það fyrir óléttar konur sem eiga von á barni, sem tengslu við fæðingar eða annað, að skapa hvata til að læknar búi hér og annars staðar á landsbyggðinni. Við erum að innleiða það að gefa námslánaafslátt sem að getur stutt við það að það verði betri þjónusta í þessu sem og öðru. Og ég get sagt, við töluðum Herjólfsferðina hérna áðan, ég hef verið hér ólétt kona í mjög erfiðum aðstæðum með Herjólfi og ég mun sannarlega beita mér fyrir því að grunnþjónusta í heilbrigðiskerfum út á landi, saman hvort það hér að annar staðar, batni, því að í mínum huga það sú þjónusta sem gerir það verkum að fólk vill búa með börn eða byggja sér upp fjölskyldu utan höfuðborgarsvæðisins. Takk fyrir þetta og nú komið að síðustu spurningunni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, Páll. Ég lofa að þetta verður stutt. Arnar Júlíusson heiti ég er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum og með við meðalaldurinn má færa rauk fyrir að ég sé ennþá að alast upp hérna, ég held ég sé langingstur. Ég sett ennþá óákveðin og þið fái hérna séns til þess að vinna inn mitt atkvæði. Þetta verður mjög stutt spurning. Hún hljómar svona. Þar sem verulega ólíklegt þykir að einn flokkur muni ná meiri hluta, þykir það líklegt að þið þurfa að mynda meiri hlutastjórn 2 eða jafnvel fleiri flokka. Til þess að það gerist þurfa ólíkir flokkar að komast að samkomulagi hvaða kosningaloforð umræddir flokkar geti eða vilji efna. Þannig að hvaða stefnumál eða kosningaloforð ykkar flokks verða ófrávíkjanleg skilyrði til myndun ríkisstjórnar. Og ég vil ekki að þið tali í hring eins og ykkur stundum læð, ég vil fá mjög hnitmiðuð svör, bara búm og næsti. Eins og talað út úr mínu hjarta. Þið fáið bara að nefna eitt mál sem ófrávíkjanlegt mál hjá ykkur. Unnur Rán Reynisdóttir, byrjum á þér, Sósíalistaflokkur Íslands. Ég myndi segja húsnæðis- og velferðarmál. Takk. Hólmfríður Árnadóttir, Vinstri græn. Ófrávíkjanleg, sagðirðu, það að einkavæða innviðin okkar og grunnþjónustuna. Gamli kennari minn Unnur horfir á mig svo hvössum augum þannig að ég þori ekki að vera mjög snöggur að segja samgöngumál. Álfheiður Heimarsdóttir, Pírati. Já, sko, þetta ekki samþykkt frá Píratum þannig að þetta kemur bara frá mér, ég segi unga fólkið og framtíðin. Karl Gauti, Miðflokkur. Hætta að eyða, ná tökum á ríkisfjármálunum og þannig ná við niður verðbólgu og í kjölfarinu vöxtunum. Elvar Eyvindsson, Lýðræðisflokkur. Ná niður vöxtunum og burt með verðtryggingu og þá náum við tökum á því að hjálpa ungu fólki að koma sér á stað. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Flokkur fólksins. 450.000 króna framfærslu skatt og skerðingar laust fyrir alla.
og nýtt húsnæðiskerfi. Guðrún Hafsteinsdóttir, Sjálfstæðisflokkur. Takk fyrir spurninguna, Arnar, og gaman að þú skuli koma, verandi svona í yngri kantinum, eins og þú segir. Ég ætla að segja að það sem er brýnast þar að ná niður vöxtum. Það er einnig að auka hér framboð á húsnæði. Ég vil líka beita mig fyrir því Þú mátti segja bara eitt núna, Guðrún. Vextir og húsnæði. Takk. Guðbrandur. Ég ætla nú bara að vera svo djarfur að segja, sko, fyrir mitt leyti að það er þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald viðræðna við ESB. Halla Hrund Logadóttir, Framsóknarflokkur, gjörðu svo vel. Ég slægi þessu saman í einu orðið húsnæðisvextir sem tengist auðvitað verðbólgunni og ég verð líka að segja að auðlindamál eða orkumál í samhengi við byggðir landsins eru mitt hjartansmál. Takk fyrir þetta. Núna ljúkum við þessum þætti og þá erum við komin að þriðja lið hér sem er að bera upp ályktun þessa fundar sem væri gott einmitt að gera áður en við farið í loka orðin hér á eftir og þá gætu þið tekið mið af þeim. Tryggvi Már, gjörðu svo vel, hann ætlar að bera upp ályktun fundarins. Fundarstjóri, kæru verðandi þingmenn, það er náttúrulega ekki hægt að loka þessu öðruvís en að bera upp góða ályktun þannig að þið hafið eitthvað í farteskinu til að vinna eftir næstu 4 árin. Ályktunin hljóðar svo. Fundamenn gera það lágmarkskröfu til Alþingis að tryggja það að ríkið muni sjá til þess að grunninnviðir í Vestmannaeyjum verði tryggðir. Til að tryggja ofangreint þarf ríkið að, númer 1, fjármagna almannavarnalögn til Vestmannaeyja. Númer 2, ljúka við framkvæmd Landeyjahafnar svo hægt verði að sigla í höfnin allt árið. Númer 3, byggja upp viðlegukant á Eiðinu norðanverðu með slíkri framkvæmd er tryggð svokölluð flóttaleið komið til almannavarnar ástand sem kalli á flutning bæjarbúa frá Vestmannaeyjum líkt og gerist árið 1973. Númer 4, styrkja flug til Eyja að lágmarki 6 mánuði á ári. Númer 5, kláraða lágmarki fyrsta fasa rannsókna á jarðlögum á Heimaey strax á næsta ári, líkt og starfshópur á vegum innviðaráðherra fýsileika jarðgangna milli lands og Eyja leggur til. Örstutt greinargerð með þessu. Vestmannaeyjar skila háum fjárhæðum til þjóðarbúsins og er mikill vöxtur í samfélaginu í Eyjum. Það sem helst stendur sveitarfélaginu fyrir þrifum er styrking grunninnviða. Sjálfsagðir hlutir eins og vatn, rafmagn og samgöngur eru í besta falli tæpir kemur að stöðunni í Vestmannaeyjum. Slík staða er óásættanleg. Varðandi lið 3 þá má benda á að á Íslandi eru 2 þéttbýliskjarnar skilgreindir á virku eldgosabelti, annars vegar er það Grindavík og hins vegar Heimaey. Í Grindavík eru 3 ökuleiðir út úr bænum ef almannavarnarástand kemur upp. Í Vestmannaeyjum er leiðin höfnina eina raunhæfa leiðin til að flytja slíkan fjölda fólks. Í þessu samhengi má benda á að austast í innsiglingunni liggur gossprunga sem opnaðist árið 1973. Með aðgerðum sem taldar eru upp hér að ofan má slá því föstu að áfram muni Vestmannaeyjar halda áfram að styrkjast og skapa enn meiri tekjur í ríkissjóð. Vestmannaeyjum 13. nóvember 2024. Ég ætla að biðja fundarstjórum að bera þetta upp við fundamenn. Takk kærlega fyrir þetta, Tryggvi Már. Ég geri bara ráð fyrir því að fundarmenn geti samþykkt þessa ályktun með lófatæki ef enginn hefur uppi sérstök andmæli við því. Þá er það samþykkt, samhljóða. Og þá er komið að lokasprettinum á þessum fundi þar sem hver oddviti hefur 2 mínútur. Og þegar ég segi 2 mínútur þá meina ég 2 mínútur
Það verður ekki meira og ég mun gefa hér svona kurteislegt merki þegar 10 sekúndum áður en 2 mínútur eru liðnar, þá mun ég gefa kurteislegt merki. Þá vitið þið að þið verðið að ljúka þessu bara með einni samansaumaðri setningu eftir að bjallan glymur, hún glymur svona. 10 sekúndum áður en tími rennur út og við skulum byrja fjærst mér. Halla Hrund Logadóttir, gjörðu svo vel, Framsóknarflokki, ef þú vitir koma hingað. Já, nei, það er kannski bara best að gera þetta á borðinu, það er fljótlegast. Gjörðu svo vel, Halla Hrund. Takk fyrir. Það eru mikilvæg skilaboð frá okkur öllum í dag eða í kvöld varðandi þau mál sem að skipta Vestmannaeyjar mestu. Mér finnst grunninnviðirnir hafa verið það mál sem við þurfum að setja í forgrunn og mér langar til að segja eftirfarandi. Framsókn hefur sýnt á undanfarnum árum að okkur er alvara þegar kemur að því að gera úrbætur á innviðum. Við höfum sýnt það með það hvernig flokkurinn hefur staðið með Landeyjahöfn, með Herjólfi, með það að Herjólfi sé stýrt hérðan og með þeim skýrslum sem vísað til hér sem eru undanfari frekari framkvæmda. Við höfum líka sýnt það með göngunum sjálfum sem eru nú búið að gera þessa úttekt og ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram. Þetta eru dæmi það hvernig við vinnum. Ég get nefnt líka heilbrigðismálin, þó að miklu meira þurfi að gera, að þá þessi hvati fyrir lækna á leiðinni. Við erum að sjá það að það orðið meiri fjárfesting í tannréttingum barna. Við erum að sjá að það meiri endurgreiðsla fyrir eldri borgara, svo dæmi séu tekin, og við erum að sjá fleiri sérfræðilækna sækja hingað heim eyjarnar, þó að miklu meira þurfi að gera. Þannig að Framsókn í mínum huga, og það þess vegna sem ég vinn fyrir þann flokk. Framsókn þetta öfluga, öfgalausa miðjuafl sem við þurfum svo á að halda fyrir næstu ríkisstjórn og við sækjumst eftir stuðningi ykkar til að geta haldið áfram með samgöngumálin, til að geta haldið áfram með heilbrigðismálin og aðra grunninnviði eins og vatni sem kom hérna fram áðan. Og við sækjumst líka eftir því að fá brautargengi og stuðning til þess að geta farið í þau mál sem spurt var hér varðandi jöfnun kostnaðar þegar kemur að húshitun og þegar við erum að horfa á orkumál og bræðslurnar á atvinnulífi í heild sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halla Hrund Logadóttir sem talaði fyrir Framsókn. Guðbrandur Einarsson, Viðreisn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mér langar kannski að nefna nokkur atriði sem að Viðreisn að leggja áherslu á í aðdraganda þessara kosninga. Og fyrsta máli sem við erum að leggja áherslu á núna jafnvægi í ríkisrekstri. Við erum að sjá, ríkissjóð rekið með halla frá árinu 2019, löngu fyrir COVID. Þá var ríkissjóður búinn að vera rekið með halla. Núna í þessu fjárlagafrumvarpi var verið að gera ráð fyrir 41 milljarða halla. Niðurstaðan núna orðin 60 og það gæti kannski orðin 70. Við erum að greiða yfir 100 milljarða í vexti. 100 milljarða í vexti. Og þetta eitthvað sem við þurfum að fara að skoða. Ríkissjóður getur ekki bara verið rekinn með endalausum halla svo árin skiptir. Þetta auðvitað smitast yfir í heimili landsins og auðvitað til ykkar líka að þegar við erum farin að borga margfalda vexti, þegar þessi ríkisstjórn tók við í landi tækifærana, þá lofaði Seðlabanki að bara verðtryggingu, við myndum bara útrýma verðtryggingunni. En hvað búið að gera síðan? Það búið að hækka vexti 14 sinnum. Unga fólki okkar það að sligast undir afborgunum að lánum. Þetta eru stóru málin fyrir unga Vestmannaeyinga. Heilbrigðismálin. Ríkisstjórnin lofaði 700 hjúkrunarrýmum. Hvar eru þau? Þau eru 200 sem hafa komist í gegn. Hvar eru þau? Við þurfum bara nýja ríkisstjórn núna. Við þurfum ríkisstjórn sem talar saman. Ekki fólk sem rýst allan daginn. Og verkefni okkar núna að búa til ríkisstjórn hagsmuni heimilana í landinu og það gerum við ef við horfum á ríkisstjórn yfir miðjuna. Takk fyrir þetta. Guðrún Hafsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Kæru Vestmannaeyingar, takk fyrir þessa stund, takk fyrir að koma. Það hefur verið gefandi fyrir okkur og dýrmætt að fá að hlusta hér
á það sem ykkur brennur á hjarta. Mér langar líka að fá að þakka bæjarstjórn fyrir að hafa skipulagt þennan fund og fyrir frábært samstarf. Það sem af þessa kjörtímabils, það hefur aldrei borið skugga þar á. Hér hafa mörg verkefni verið krefjandi eins og þið þekkið og þið hafið gott fólk hér sem standi í brúnni og gætið ykkar hagsmuna og gæta þess sömuleiðis öll sem eitt að vera í góðu sambandi við þingmennin ykkar. Eins og ég kom hér inn á áðan að þegar ég var að svara Arnari að þá munu sjálfstæðismenn leggja höfuð áherslu á það að ná niður vöxtum og einnig að ná sparnaði í ríkisrekstrinum, að minnka ríkisumsviðin, nýta peningana betur, fækka ríkisstofnunum. Hér hefur einn flokkur nefnt að honum hugnist alls ekki að það veri greitt í göng hér. En á sama tíma ætla ég að minna á það að þið eruð með veggjald hér sem í ferjuna eða í flugið. Það var einstaklega farsæl aðgerð þegar tókst að fara í einkaframkvæmd með Hvalfjarðargöngin og ég er algjörlega sannfærð það að göng hér myndu greiða sig hratt niður. Hér einnig nefnd hjúkrunarheimili. Ríkisstjórnin setti 19 milljarða og tók 19 milljarða til hliðar til þess að byggja hjúkrunarheimili sem að hafa ekki risið nema rúmlega 200 vegna ýmissa vandamála sem hafa komið upp á skipulagsstiginu og öðrum stöðum. Peningarnir voru til. Ég ætla líka að leggja áherslu á það að við þurfum að ná niður kostnaði í útlendingakerfinu. Ef ekkert hefði verið aðgert á þessu ári hefði þessi kostnaður líklega farið í 28 milljarða á þessu ári. Það lítur út fyrir að við verðum með 10 milljarða lægri kostnað miðað við áætlanir. Ég vil bara segja að lokum, þið eru öflugt samfélag sem að þjóðinni þykir vænt um, þið eru gríðarlega verðmæt í öllu efnahagslegu tilliti og ég mun gera allt sem mínu valdi stendur til að vinna fyrir ykkur hér eftir sem hingað til. Takk kærlega fyrir þetta. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Flokkur fólksins. Já, þakka ykkur kærlega fyrir þennan góða fund. Hér hefur verið farið yfir ýmislegt en ekki allt og til dæmis ekki verið talað um hvernig loðnubræðslan er keyrð á olíu og sorpmál og ýmislegt fleira. En mér langar bara að þakka fyrir það sem hér hefur komið fram. Við heyrum verið mjög sammála mjög margt, þannig að maður velti fyrir sér af hverju það ekki búið að gera. En mér langar að tala aðeins húsnæðismál og verðbólgu og vexti. Ég held að ég geti bara fullyrt það að engin flokkur á Alþingi hefur barist jafn mikið fyrir heimilin eins og Flokkur fólksins og við verðum að ég meina það kemur hver stjórnmálaleiðtoginn og fætur öðrum kemur og segir hér er forgangsmál að ná tökum á verðbólgunni til að hægt sé að lækka vexti. Ég vil bara segja það, verðbólgan hefur lækkað 50%. Hvað er nóg til þess að byrja að segja að lækka vexti? Hún var yfir 10%, hún er núna rétt í 5% og undir í 3,1% ef að húsnæðisliðurinn er tekin út sem að Flokkur fólksins er búin að mæla fyrir núna 7 sinnum. Þannig að hér er verðbólgan komin niður. Af hverju eru vextir ekki lækkaðir? Af hverju erum við með stjórnlausan seðlabanka sem er bara að leiða þjóðina í kreppu? Það eru 9% stýrivextir ennþá þó að verðbólgan sé komin niður í 5% og það þýðir 11-12% vextir af bankalánum. Þetta gengur ekki. Vaxtatekjur bankana á fyrstu 9 mánuðum þessa árs eru 115 milljarðar. Það eru 2 Grindavíkur næstum því. Við verðum að hafa þessar tölur í huga og þetta verður að stoppa og það er vel hægt að lækka vexti og það á að vera búið að því fyrir löngu. Þannig að það er það sem ég vil segja, við erum með nýtt húsnæðiskerfi og við munum aldrei gefast upp í þessum málum frekar en öðrum. Takk fyrir þetta. Elvar Eyvindsson, gjörðu svo vel fyrir lýðræðisflokkinn. Ég ætla að tala um vextina líka og verðtrygginguna. Núna er stjórnkerfið þannig að stýrivextirnir verða hækka upp úr öllu valdi til þess að ná niður neyslu og það er augljóst markmið Seðlabankans að þið munið eftir tásumynda umræðinni að vaxta stjórntæki virðist vera nota til þess að draga úr neyslu, ekki bara til þess að draga úr lántökum. Og
þessi aðferð náttúrulega alveg galin því hún lendir fyrst og fremst á litlum fyrirtækjum og heimilum þar sem ungt fólk að koma sér upp, húsnæði og fjölskyldu. Ég bara segi, sko, það verður að hætta þessu. Við vorum með, og það líka annað, með verðbólgumælinguna, að verðbólgan í september var 2,8% án húsnæðisliðarins. Það búið að vera vitað í mörg ár að húsnæðisliðurinn ekki inn í vísitölu hérna í kringum okkur. Samt segir Seðlabankinn að raunvextir séu eðlilegir miðað við hérna í kring. En málið það að sko raunvextir eru þá 3,6% samkvæmt Seðlabankanum, en ef þú tekur húsnæðisliðin út og gerir vísitöluna sambærilega við það sem í kring, þá eru raunvextir 6,2, sem mjög, mjög hátt. Þetta verður að hætta þessu og hagfræðingar hafa sagt það, Jósef Stiglitz og fleiri, stýrivextirnir og háir vextir auka verðbólguna. Og síðan verðtryggingin að bíta í skottið að þessu, þannig að stjórntækin virka ekki. Þess vegna þarf að fara svona ofboðslega hátt á fámennan tiltölulega afmarkaðan hóp. Þetta ekki hægt. Annars þakka ég bara fyrir og mér hefur alltaf fundist Vestmannaeyjar vera fallegasti staðurinn í Landeyjunum. Takk fyrir þetta, Elvar Karl Gauti, Miðflokkur, gjörðu svo vel. Já, við erum búin að horfa upp á aðgerðarleysi og stjórnleysi í stjórn landsins mörg undanfarin ár. Stjórnvöld hafa misst tökin á ríkisfjármálunum, eyðslunni þarf að linna. Miðflokkurinn talar fyrir því að ríkisútgjöldum verði stillt í hóf, þannig að við getum náð tökum á verðbólgunni og þannig náum við vöxtum og þá kemur nýtt framfaraskeið sem Miðflokkurinn vil taka þátt í. Við ætlum að koma böndum á stjórnleysið sem ríkir á landamærunum. Við ætlum að byrja á því að skrifa ný útlendingalög. Þar sparast mikill peningur. Við ætlum að endurreisa séreignarstefnuna á Íslandi og gera fleirum kleift til að eignast eigið húsnæði. Við ætlum að afhenda almenningi raunverulegum eigendum Íslandsbanka, hlutabréf í Íslandsbanka. Við höfnum borgarlínu, við ætlum að setja Sundabraut í algjöran forgang og við ætlum að rjúfa kyrrstöðuna sem hefur verið í samgöngumáli þjóðarinnar. Ég var kjörinn á þing 2017 af Vestmannaeyingum. Ég var þingmaður Vestmannaeyinga og ég var stoltur af því. Ég talaði fyrir Vestmannaeyjum og ég mun halda því áfram ef ég fæ stuðning til þess hjá kjósendum. En það vill líka svo til, skemmtilega, að í þriðja sæti á lista Miðflokksins í Suðurkjördæmi annar Vestmannaeyingur, Ólafur Ísleifsson, sem getur rakið ættir sínar langt aftur einmitt hérðan úr Vestmannaeyjum. Þannig ég stoltur að leiða þann lista og Miðflokkurinn ætlar að rjúfa þessa kyrrstöðu sem hefur verið undanfarin ár. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Álfheiður Einarsdóttir tala fyrir Pírata. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Ég ætla að taka undir með mörgum félögum mínum hérna þar sem ég segi að það ekki hægt að útvista pólitískri ábyrgð á lélegri hagstjórn, hvort sem til Seðlabankans eða einhvers annars. Þannig að mér langaði bara til að segja það. En ég ætla að lesa upp yfirlýsingu frá oddvita Pírata í Suðurkjördæmi sem því miður komst ekki hér í kvöld. Kæri Vestmannaeyingar og aðrir gestir, mér þykir leitt að hafa ekki komist og tekið íbúafundinn með ykkur. Samgöngu hallarið við Eyjar birtist í sinni tærustu mynd þegar ég var að reyna að púsla saman tíma mínum og á lokametrunum kom Þorlákshöfn inn í myndina og þá fóru öll mín plön rakleitt ofan í skurð. Ég vildi að ég gæti verið á nokkrum stöðum í einu en við erum víst ekki komin þangað ennþá tæknilega. Enn og aftur afsakið þetta og það klárt mál að það þarf að leggjast yfir þessar strjálu samgöngur til og frá Eyjum. Öryggi fólks þarf að vera í lagi, bara eins og með vatn og rafmagn til Eyja. Ég fylgist lítið með boltaíþróttum en frekar motorsportskæi, en ef ég væri þarna með ykkur þá myndi ég örugglega segja áfram IBVF og lifi byltingin.
Með vinsemd og virðingu Mummi Týr, oddviti Pírata í Suðurkjördæmi. En mér langar til svona til að segja bara fyrir Pírata í heildina að þá og hefur alltaf verið okkar grunngildi mannréttindi fyrir alla en ekki suma. Þar undir þak yfir höfuðið, grunnframfærsla, heilbrigðiskerfi og fleira. Geðheilbrigði, fíknisjúkdómar, við teljum það að vera heilbrigðismál. Við viljum ekki byggja endalaus fangelsi og henda þessu fólki bara þangað. Lýðræði, gagnsæi og móður jörð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Víðir Reynisson og talar fyrir Samfylkinguna. Já, takk fyrir það. Við þurfum að koma böndum á vextina og eins og hér að margir hafa talað og það eitt af því sem þarf að vinna í sammenningu allra þeirra sem að fá sæti á þingi, ekki bara þeirra sem í ríkisstjórn. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál, sérstaklega fyrir æskuna okkar. Ég svaraði spurningunars Arnars áðan með samgöngur í stuttumáli. Já, og samgöngur eru lykillinn að öllu. Samgöngur eru öryggismál. Það að geta komist og sótt sér þjónustu þegar á henni þarf að halda samgöngumál. Það að geta veitt þjónustuna öryggið samgöngumál. Atvinnumál eru samgöngumál. Hér sjáum við blómleg fyrirtæki sem þurfa að loka hér á veturnar af því að samgöngun eru ekki í lagi. Við sjáum hér fyrirtæki sem byggja á því að geta afgreitt og þjónusta sína viðskiptavinni með litlum eða engum fyrirvara, til dæmis varðandi sjávarútveginn, viðgerðir og varahluti. Ef að samgöngur eru ekki í lagi, þá eru það ekki í lagi. Samgöngur eru síðast en ekki síst í þessari samþætt minni eru heilbrigðismál. Hér þurfum við að lyfta grettistaki í samgöngumálunum vegna þess að með því getum við tryggt það að það verið auðveldara að fá fólk til starfa í heilbrigðisgeiranum. Við sjáum það alveg að það mikið rætt lækna og það eru eingöngu verið nefndir læknar hér, en við erum að tala alla flóru heilbrigðisstarfsmanna sem við þurfum að hafa og þarf til þess að virka sem þjónusta fyrir ykkur öll. Það er það sem er. Ég búin að segja já hérna við öllum spurningur sem voru sagðar áðan og það kosta allir einhver. Við þurfum að forgangsraða í fjármálum ríkisins til þess að vinna í því. Ég ætla samt bara að lofa ykkur einu. Ég ætla bara að gefa ykkur eitt kosningalofvörð. Ég ætla að vinna fyrir ykkur og aðra Sunnlendinga af bara sömu trú sem ég hef á ykkur og því sem að hér verið að gera eins og ég hef haft í öllum mínu störfum hingað til. Þið getið treyst því að ég mun vera heiðarlegur og gera allt sem ég get til þess að sinna mínu starfi í samvinnu við alla sem að því koma, ykkur og öðrum Sunnlendingum og landsmönnum öllum til hagsbóta. Takk. Takk fyrir þetta, Víðir. Hólmfríður Árnadóttir og talar fyrir Vinstri græn. Já, við erum búin að fara yfir það núna hvað samgöngur eru gríðarlega mikilvægar og grundvöllur fyrir blómlegri byggð hérna í Vestmanni. Félagslegt réttlæti skiptir líka gríðarlega miklu máli. Það er að þeir sem að eiga minna og geti afla minna fái meira úr sameiginlegum sjóðum. Húsnæði fyrir öll, það er afskaplega mikilvægt og það þurfum við að tryggja með auknu framlagi ríkis til húsnæðis á almennum markaði. Menntamálin eru mér, kennaranum, afar hugleikinn og hér í Vestmanni er blómlegt skólastarf. Við myndum vilja sjá líka frí námsgögn í grunn- og framhaldsskólum til að auka enn frekar jöfnuð í skólakerfinu. Ég frétti að hér var engin skólasálfræðingur og það er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja sjá væri tryggt og lögboðið líkt og náms- og starfsráðgjöf í öllum skólum. Og þá bendi ég á 28. grein laga menntasjóð hvað var það sérstaka ívilnun vegna þarfar á menntuðu fólki á landsbyggðinni, eitthvað sem sveitarstjórnir geta sótt Jafnrétti og kvenfrelsi, heilsugæsla og heilsugæsluþjónusta og heilbrigðisþjónusta er gríðarlega mikilvægt mál fyrir eyjaskegga. Og þar ætla ég að tala fæðingarþjónustu og hún er gríðarlega mikilvæg og það er ótrúlegt að konur þurfa að fara hér upp á land, jafnvel 2 vikum fyrir settan fæðingardag til að eignast börnin sín með tilheyrandi orlofstöku og fríi frá vinnu og fjarveru frá fjölskyldu. Þannig að þarna er eitthvað sem þarf virkilega vel að skoða líka. Og auðvitað svo hjúkrunarrými og hvernig við önnumst fólki okkar sem var hérna á undan okkur og sá til þess að við höfum það þó jafn gott að við höfum í dag. Umhverfis- og loftslagsvernd er líka okkar mál í Vinstri grænum.
válynd veður eru merki áhrif hlýnunarjarðar og svo það neysluhyggja og sóun, það fyrsta sem þarf að koma böndum á. Ég fór kúpunni áðan og það var geggjað. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta. Unnur Rán Reynisdóttir frá Sósíalistaflokki Íslands, gjörðu svo vel. Takk og takk fyrir frábæran fund og góða ályktun. Sósíalistaflokkurinn er húmanískur flokkur og við viljum grunn innviði gjaldfrjálsa, svo sem heilbrigðis, mennta, velferðar og samgöngumál. Þjónustan á öll að vera gjaldfrjáls og til að lækka vexti á lánum og til að lækka leigu þá til dæmis leggjum við til samfélagsbanka sem að hefði verið hægt að hafa Landsbankann sem slíkan til dæmis til að bara stórlækka vexti. Á meðan að Suðurkjördæmi og ekki síst Vestmannaeyjar bera hitann og þungan af gríðarlegum ferðamannastraumi til landsins, þá hefur heilbrigðisþjónustan, henni hefur verið fórnað. Og það í algjörðu þversögn við það að yfirvöld virðast sækjast eftir að auka fjölda ferðamanna á Íslandi. Og það ásættanlegt að verðandi foreldrar þurfa að yfirgefa heimabæinn sinn, jafnvel til nokkura vikna eða mánaða til að fæða börn, til að bara slíta í sundur fjölskyldur. Og það ásættanlegt að sjúkraflugvél sé staðsett í órafjarlægð frá Vestmannaeyjum. Þetta færir okkur bæði að þeim vangaveltum það hvort ætlunin sé að koma hér með töfralausnir líkt og einkarekstur á einkarekna fæðingadeild til dæmis, sem alltaf mun dýrari valkostur en opinberlega rekin heilbrigðisþjónusta. Og ég segi nei takk við því. Og hér þarf fæðingaþjónustu með bráðaaðgengi að skurðstofu allan sólarhringinn. Ég hefði ekki getað átt mín börn í heimabyggð ef ég byggi hér og mér þætti það hræðilegt. Og hér þarf líka að stórbæta samgöngumál með vilja og hag bæjarbúa að leiðarljósi og síðast en ekki síst að komi til gangna, eins og ég hef áður sagt, þá tel ég að þau skuli vera gjaldfrjáls. Og takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta og þá erum við komin að lokum þessa fundar sem fór nú talsvert fram úr 90 mínútonum en þó ekkert óafsakanlega finnst mér. Ég vil endurtaka þakkir okkar fundarmanna til allra oddvitana sem hér hafa komið og gefið okkur skýr og góð svör við þeim spurningum sem upp voru bornar og ykkur fundarmönnum fyrir góða mætingu og góða hegðun bara. Fundurinn er slitið. Takk.